Já, velkomin að Rauðaborðinu í eftirmyndaginn á föstudegi. Þá höfum við það sem við köllum vikuskamt, förum við fréttir vikunnar og fáum til þess hjálp frá góðu fólki og þannig er það í dag. Hér eru mætt Óli Hjörtur Ólafsson. Hæ. Þú ert kvikmyndagerðarmaður. Hlaðvarpstjarna. Ég veit ekki alveg með stjarnar, sko, en ég er með hlaðvarp. Ég er með það. Já, geggjað, takk fyrir það. Já, þú og Natalie. Passar, miðan nótunum, já. Dásanlega hallarslegt nafn. Þetta er bara... Þetta getur verið þáttur á RÚV, 76. Ég heldur mér að teki nafnið á RÚV frá 76, en ekki senina frá því. Þetta er stólið. Herðu, Atli Bollarsson, þú ert myndlistarmaður. Jú, meðal annars. Meðal annars, hvað meira? Ég er svona að skrifa talsveit mikið, sko. Ég fæ nú eiginlega meira borga fyrir að skrifa heldur en að gera myndlist. Auglýsingatexta þá? Stundum, en ég fjalla mjög mikið menningu, sko. Hef gert það mjög lengi, útvarp og blöð og svona. Ég ætla alltaf að fá þig til þess að ræða við mig menningarumfjöllun. Já, einmitt, þú bara, ég komst ekki síðast þú baðst mig, en það er ekki öll von út enn. Ugla Stefánía Kristjánudóttir Jónsdóttir. Já. Þetta er stórt nafn. Þetta er mjög langt nafn, of langt fyrir Þjóðskrá. 2001. Já, það passar. Við erum úr bænum hérna allir. Já. Þannig að þú ert fulltrúi sveitarfélagsins. Fulltrúi landsbyggðarinnar. Þú ert kynjafræðingur. Jú. Og hvað sérfræðingur í málefnum hins fólks? Já. Baráttukona, máttu ekki segja það? Jú, það mætti segja það. Aktivist, sumir kynna sig sem aktivist, notar þú það? Já, það fer sem bara eftir skapi, sko. Hvað maður er að gera. Og svo er það hún Tinna Jóhannsdóttir. Andvarparu. Nei, kaffihúsaþjóð. Já, meðal annars. Aðgerðar stjóri. Nei, aðfararstjóri. Nei. Bætur ef. Svo væri, athafnastjóri. Á síðmenn. Og ráðgjafi. Og háskólanemi. Glemt að segja það. Bjóst til kaffifélagið á skólarstjórum. Ég fer þar stundum, æskuvinni minn rekur hann núna. Einar. Hvernig vilt að ég bregðist við þessu snárum? Ég ætla bara að segja það, þó að hann sé æskuvinni minn að þá alltaf þegar kemur það, þá saknaði hín alltaf. Já, þetta er bara, ég er ekki vissum með þessu umræð að þóli beina útsendingu. En ert þú hann alltaf ertu í þessu samfélagi sem er hann að mótana? Tímabili en ég gafst upp, sko, það var, mér fannst eins og einn svo kallaða frjálsynda miðja hefði tekið yfir. Svo kallaða? Já, þetta var svona, þetta var einsleitur hópur. En það sem að maður hitti Jónas Kristjánsson, hann er dáinn. Sigga Páls, hann er dáinn. Þannig að þegar ég fer annað þá bara saknaði þeirra og Tinnu. Þannig að þetta er svona borgaraleg samkoma í raun þá fyrir þig. Eða hvað? Já, svo er stundum mér finnst gaman að hitta Egil Ólafsson, hann er búin að missa röddina. Benny Erlings, mér finnst það gaman að hitta þá. En það er ef maður tækir svona, þetta er næstu í Kaffi Vest, sko. Ef maður tækir svona stjórnmálaskoðanir. Þetta er eiginlega óborgarlegt fyrir mig. Þú er breyst alveg helling. En við erum með svona, ég var með í gær held ég, eða fyrradag, að því að við ætlum að hafa fólk sem hitti svona reglulega og ræði landsins gagn og nauðsynnar okkur ákveðnum stöðum. Og það hefur komið svona kennarastofur sem að vilja vera og ég fréttaði ykkur svona heitum pottum og mér langar að fá þetta fólk því þetta er svo merkilegt þegar fólk hittist og er að reglulega, kannski á leiðin í vinnuna, fer og tekur svona smá spjall. Þetta er svona félagsleg samskipti sem að þetta er ekki ættin, þetta er ekki vinnan, þetta er svona casual, er þetta viniðinir? Já, þetta er svona, við erum málkunnir, eitthvað svona. Og mér finnst það merkilegt og ég fekk kallana sem að fara alltaf í hádeginu, á morgnana á leiðin í vinnu eða fóru í Ólís í Grindavík og þeir komu rosa gaman. Svo gaman þegar fólk er vant að hittast, þekkist þið? Gæti þetta verið borð á kaffihúsi? Nei, gæti ekki verið það. Við Óli þekkjumst alltaf. Okkur ekki. Eða væri hvergi laust nema hjá mér til dæmis, myndum við þá ekki setjast. Jú, alltaf myndum við ekki gera það. Við erum kannski ekki í svona málkunni, við erum ekki að hittast á morgnana á Ólís allavega. En eru þið í einhverjum svona hópi, í einhverjum heitu potti eða kaffihúsi? Þú náttúrulega tala við Natalie. Ég tala við Natalie. Við erum reyndar ekki duglega að fara í heita pott.
En ég fekk hugmyndunum að gera podcast í heitum potti. Það væri alveg frekar sexy að gera það, sko. Já, bara taka þeim upp þar. Bara alveg alltaf leið. Mjög íslenskt. Já, mjög íslenskt, nákvæmlega. Það er stólið frá Skjá einum, sko. Það var gert. Var Skjá einn með það? Já, heit potturinn. Það vantaði í kynninguna Tinna tók þátt í að fæða Skjá einn. Já, það? Ekki drepa. Hann til dæmis svona stórvirki í íslenski menningu svo konfekt, til dæmis eitthvað sem að gerist á þinni vakt. Já, ég misla hana. Varst þú með konfekt? Nei, ég var ekki með konfekt, en ég var konan sem slökkti á Agli Helgasinni í beinni útsendingu og hann grýtti klukku í vegg eða eitthvað líka. Nú slöktur á hann. Já, því hann var alltaf eitthvað að fara fram yfir. Það var svona... átt að vera 2 tímar en var 5 og það var svona flókið fyrir dagskrána og skipulagið, sko. Kastan klukku vegg. Já, eitthvað, ég maður ekki. Sagan segir það. Ég menn eftir auglýsingastjóra á Helgapóstunum gamla, svona 86 kannski. Og það bara búin að selja öll auglýsingaplássin í blaðinu. Og hann kom inn til Halldórs Halldórssonar ritstjóra og spurði hvort það var í lagi að myndi setja auglýsingu þar sem átti að vera leiðarinn. Og Halldór sagði nei. Hann var svo reiður, hann barði borð og brauta af því að fekk ekki að selja brautborð af því að fekk ekki að selja burt leðarann. Já, talandi svona hópa, ég er nýlega farin í svona feminískan bandíhóp. Bandi er íþrótt sem að við spurum mögulega flest að spila í grunnskóla, sko. Það sem var með svona kilfur, svona langar kilfur og með svona bolta sem með svona keltnir. Já, þetta er eitthvað, þú veist, en samt að þú googlar bandi á ensku þá farið einhverja svona íþrótt, þannig ég held að þetta heiti eitthvað annað á ensku. En við erum alltaf bara eitthvað margar sveittar í einhverju íþróttahúsi að spila bandi. Þetta er mjög gaman, sko, og við nýtum tegjurnar til að tala svona pólitísk málefni, sko. Þið eru ekki beinlega þessi vinkonur, sem sagt hannig. Sumar okkar þekktust alveg áður, sko, en þú veist, en ég þekkt ekki allar, sko. Það eru alveg vinkonur þangað til að flauta til leiks. Já, þá eru við óvinnir. Og íþróttameðslin eru sprungin púði og brotin nögl. Jú, og bara illt í, þú veist, njánum og eitthvað svona meðaldra, skilur við erum náttúrulega allar að þeim aldri. Og svo þeir eru að reykja eftir leikinu og svona, eru þið sveittar, eru þið að tala pólitík? Já, við gerum það, við erum með að tegja okkur eitthvað þarna og þá erum við bara að tala alls konar sem að gerast, sko. Þannig erum náttúrulega háfeminískar líka, allar. Það er svona smá grundvallaratriði til að komast í hópinn, sko. Ég skil. Hugmyndin að ná í svona hópa til þess að endurnýja eitthvað svona samtal eins og í þessu þætti og í vikulókonum og silfurinu og hvað það heitir saman, sem orðið einhvern veginn svolítið sterilt og stofnanavætt. Það er spurning hvort að setja ná einhvern veginn endurnæringu í þetta með því að hafa þetta eins og fólk talar hlutina. Það var hugmyndin. Herðu, það var verið að allir að skila inn gögnum vegna forsetaframboðs. Einmitt. Ekki þið. Var ekki lokadagurinn í dag? Það var í dag. Það voru á seint. Ég er seint því mér. Ég er bara görun á gömul, þannig ég gæti ekki bæði fram. Hvað, er það áréttlátt? Ég meina, þú veist, minnst alveg smá áréttlátt, skilur. Ég er samt ekkert eitthvað rosa miður minn yfir þessu, en þú veist, maður veit aldrei, kannski, maður veit ekki hvað framtíðin byrja skauti sér, sko. Verður þú orðið nógu gömul eftir 4 ár? Já. Ok, þá kýlum við bara á þetta þá. Já, það ekki. Kjósa eitthvað sem að duga bara í 4 ár og kjósa svo þig. Já, það ekki. Hvað hafið gaman að þessu? Þetta er mjög fjölbreyttur hópur, var ég að segja. Hver eru loka 8? Geturðu... Loka 8, ég held að það sé loka 12. Er það 12? Síðast er 8, ok, bara segðu mér. Ég skal fletta þessu. Hérna er eitthvað, það er Arnar Þór Jónsson er í boði, Ásdís Rán Gunnarsdóttir, Ástþór Magnússon Víum, Baldur Þórólfsson, Eiríkur Ingi Jóhansson. Já, býttu nú við. Hann hefur ekkert verið umræðið hingað til. Nei, einmitt. Guðmundur Felix Gretarsson, Halla Hrund Lóadóttir, Halla Tómasdóttir, Helga Þórisdóttir, forstjóri persónuverndar, Jón Gnarr, Katrín Jakobsdóttir, fyrrverandi forsætisráðherra, Sigríður Hrund Pétursdóttir. Nei, hún dróð tilbaka. Ég held að Guðmundur Felix, ég heldur ekki. Þetta er eitthvað vísir hérna, vísir ekki 13. nafnið við bestuð, ég fer þangað. Afsakið þetta. Það er Arnar Þór, Ásdís, Ástþór, Baldur, Eiríkur Ingi, hann er inni, Halla Hrund, Halla Tómasar, Helga Þórisdóttir, Jón Gnarr, Katrín Jakobsdóttir, Steinunn Ólína og Viktor Traustason. Já, ég mældi með honum. Mældir með honum? Ég satt á barnum Röngen við Hverfisgötu fyrir nokkrum vikum síðan. Já.
Það með Og ekki það að hann þú ger- sem að skrifa undir. Það ég held ég hugsi þetta hafi nú bara verið eftir, ég hugsi að hafi nú bara verið búin að drakka eitt sko. Já. Og þarna gekk hann á milli borða og var að kynna sig, þessi strákur og hans helsta baráttumál það sem sagt að þingmenn geti ekki orðið, að ráðherra séu ekki þingmenn. Og ég var bara ánægði með hann og skrifaði undir hjá hann. Hann er með fleiri baráttumál. Já, Hann er með það að þeir eru gengið til kosninga og þeir sem skila auðu eða gera ógilt eða kjósa flokka sem ekki fá þingmenn, að þeim sætum verði ekki útlutað. Heldur séu kannski 2, 3, 4, 5 sæti í salnum auð. einmitt. Okay. Og til þess að fá, þetta þýðir það að þá þarf eiginlega aukin meiri hluta, að því að þú þarft að ná eins og þau séu að greiða atkvæða á móti. Einmitt. Ég veit ekki alveg hvernig hann ætlar að ná þessi kegsifosti, en Nei, Svolítið rugglistætt. En hann hefur greinlega svona áhuga á greinlega svona stjórnskipunarmálum. já. Hann Einmitt. Þetta er þinn maður. Já, þetta er minn maður, þetta er bara 100%, algjörlega minn maður. En hefur ekkert verið svona mikið af fólki í frambæði? Það voru 9 síðast, hvað eru þetta margir? Það menar það voru líka. 12, 112. Þetta er ekki, þetta er sjónamunur. En að þú spurði hvort við höfum gaman af þessu, ég held að það sé bara ágætlega orðað nefnilega, af því það er alveg gaman að fylgjast með þessu og gaman að pæla í þessu. Saman. Ég var pínu hissa fyrst yfir öllu þessu fólki sem taldi sig erindi, en svo er þetta bara fínt. Bara fínt að sjá fjölbreytt fólk í þessum pælingum og það er líka bara, mér finnst það eitthvað hlýlegt líka, að það sé bara fullt af fólki sem getur hugsað sér þetta. Já. Ég gantaði svona eitthvað með það að sko sitjandi biskup ætti líka bara að fara í frambúðasklir, það er rosa spennandi eitthvað svona, fá bara alls konar fólk og alls konar stuð. Nú voru að velja. Nú voru og sent fyrir hann, þannig að það gengur ekki. Hún keppið við þig eftir 4. Jó, Ég hugsa það. ekki, jó. En var eitthvað sem skoraði ykkur? Nei. Æ, þetta fattar Já, allt í einu, skoraði á ég okkur, já. Ég misti þessa spurning út mér, ég ætla ekki að spura þessu. Náttúrulega, mér kemur ekkert við hvort það var skoraði okkur. Og svo erfitt að segja nei við þessu. Já, segðu. Ég bara skildi ekki hvað áttu við, ég veist sem ekki hvað áttu að tala um. Myndið þú bjóða fram hvernig? Nei, þessu fórsta? Já. Nei, ég ætla að segja afleið þarf og ég hentaði sérstaklega. Ok. Það er bara hannig. Herðu, hérna, en varðandi þetta, þessu margir sem bjóðu sig fram og margir telja sig hérna geta gengt starfinu, minnst það nú, flesta þessu fólki, ég talaði mikið þessu fólki og minnst það frábært fólk, allir með góða sögu. Ég sé að Guðmundur Felix er ekki hann komið svolítið óvart þegar ég talaði við hann. Þannig að handhafinn, Einmitt. sem hann kallar sig. En ég meina að þetta er allt fínt fólk og það er haft orð á því að við erum úr mikla að velja. Einmitt. Vægarsætt. Hafið þið skipað ykkur í flokk? Ég mælti með einum frambjóðanda, já. Er hann inni? Já, Ok. já. Þú eru ekki að spyrja. Og Ertu í hans liði? Ég veit það ekki alveg, já, en þá. En ég bara hef ekki alveg verið að svona pæla mikið í þessu undanfarna daga endilega. Nei. Mér finnst þetta svona notalugur bakgrunnskliður, þessar pælingar. Ég er ekki búin að horfa á neinn viðtölu að neitt við þetta fólk sko. Ekki heldur. Þannig að maður kannski núna þegar þetta liggur, þetta er svona official, þá kannski svona setjum maður aðeins betur inn í þetta. Já. Þetta þú gerir það? Ég hugsa að ég horfi á allavega kannski einar kappræður eða svo, eða tvennar. Það er rosa skrýtnar hann að þeirra allir er á sviðinu. Ég kíkti á það sem að var 2016. Já. Ekki gott efni. En hafi ekki fréttastofnum verið að búa sér til einhverja svona reglur að eitthvað, allavega þessar engastofurnar að þú veist, þess að þetta sé topp 4 eða topp 6 úr einhverju skoðanakönnun. Ég veit nú ekki hversu sanngjarnt það er síðan, en... Stöð 2 var síðast með það sem tóku 4 efstu. Já. Ég kíkti aðeins á það. Já. Ótrúlega rafmagnað þáttur. Það var Davíð Oddsson var þar, ekki í góðu skapi og bara það voru allir svo nervusir eitthvað. Það var alveg afleitur sko, þáttur til þess að ég veit ekki hvað maður ætti að velja sko, mæla meðvirkni eða eitthvað sko. Það var rosalega þrúandi og spyrlandi stressaðir og það er alltaf óanaði með spurningarnar. Eða bara betri 8 ára seinna í rauninni. Áhugaverðari kannski. Mér var rosa hiss að sjá hvað það var eiginlega óþægileg þáttur. En það er ótrúlegt, sko, ég var búin að, ef þið hefðu spurt mig, hvort að Davíð Oddsson hefði búið sér fram til forseta, ég hef ekki munað. Þetta er alveg búið að sko bara má þetta úr minni mínu. Hann hafi verið það. Sammála, ég líka. Ég man bara alltaf skiltunum alltaf einhver svona skrýtnum stöðum í einhverjum hverfi og það var alltaf hvað Davíð Oddsson til forseta. Þetta var mjög undarlegt. Ég bjó á, í Skerjafirði á þessum tíma
Svo var ég bara, satt ég svona í borðstofun og sá svona út úr stofugluggan og lappar Davíð Oddsson í lopapeysu framjá og þá segi ég, hann er búin að ákveða að bjóða sér fram. Fattar það bara þá. Það var fyrsta skipti sem ég sá hann að lappa í hverjunu og í lopapeysu. Já, einmitt. Hann var svolítið, hann var ekkert sérlega vel liðinn í hverfinu vegna þess að hann var alltaf að gefa köttum að borða og við áttum ketti. En hann lét svona kattamat út á stétt og fóðraði alla kettina í hverfinu. Það er sætt fyrir. Sem er ekki alveg gott sko ef köttur séu í svona tvöföldufæði. Gott fyrir köttin, ég meina hann er sáttur. Já. Herðu, forsetakosningar eru fólk. Þannig nú ætla ég að bara bjóða ykkur upp á. Arnar Þór Jónsson. Er hann ekki anti-vax-típan þarna? Já. Ég er Hann er fullveldi sinni. Já. Ekki fyrir mig alltaf. Ég er að segja, pass við það, sko. Já. Nei, takk. Áhugaverður, frambjóðandi. Nauðsynlegur í litrófið og hljómsveitina. Ég held reyndar að við séum bara öll nöðsynlega á einhvern hátt, sko. Það, þú veist, og það er alveg klísja og allt það, en það er bara samt þannig. Og það er bara fullt af fólki sem að, fílar hann. Og hann raunverulega, sko, held ég, það er fullt af fólki sem að samsama sig með honum, sko. Já, ég held að hann sé einlegur í þessu, algjörlega. Hann ætla ekki að samþykkja neitt sem kemur automatís frá ESB. Þannig það er alveg átt. Já, Okay. það fyrir allt í þjóðarökkaríslu. Það gæti nú orðið samt svolítið skemmtilegt. Aldrei fleiri þjóðaratkvæðagreiðslur allavega. Herðu, Ásdís Rán Gunnarsdóttir, maður bjóða ykkur hana. Var alltaf hún ekki að gera Akureyri ég las eftir að gera höfuborgina á Akureyri fyrir 2050. Það var eitt af hennar baráttumálum. Ég mælti með henni, sko. Ég var alveg bara, í tilina. Ég er aðdáandi Ásdís, sko, með þessu mjög skemmtilega. Það er náttúrulega spönk í þessari konu. Já, hún kemur með eitthvað svona rosa fest, þegar eitthvað svona fórseta, það er oft fólk sem er eitthvað svona smá, þú veist, þurrt og rosa formlega, en hún kemur með svona aðeins annað, skemmtilega svona, sko. Ég fattar þegar ég var að tala við henni, hún var eiginlega áhrifavaldur áður en áhrifavald Já, nákvæmlega. Hún er svona amma áhrifavald. En hún vildi meiri glamur, fínni bíla. Já, ég er til í meiri glamur. Yngri konur. Ég heyrði bara lagið hans Rúnar Sigurjónsson þegar hún var að tala. Það vantaði bara yngri konur. Þetta var eiginlega eldra viski, flottari bíla eða hvernig þetta. Já, einmitt. Ok, svo kemur, eins og menninni segja alltaf, sko, geitin sjálf, Ástór Magnússon. Einmitt. Þau sé fyrst fram 96. Sko, ég var svolítið ástóðsmaður, sko. Ég var ástóðsmaður, sko, svolítið, því að ég fór að hugsa, sko, að ef hann hefði nú bara verið kosinn fyrir löngu, sko, þá væri kannski búið að vera friður í heiminum 24 ár, sem að við erum búin að missa af í rauninni. En svo fannst mér að nú vera farin að vera svolítið friðsæll og svona svolítið ófyrirsjáanlegur svona í þessari baráttu svona. Hann er aggressífur, hann er ekki pacifistisk, hann er aggressív. Hann er svona með langbestu myndvinnsluna, sko, langbestu myndböndin, sko, mjög skemmtilega, þú veist, það sprengunar eitthvað fljú upp í minnina, þú veist, eitthvað þakka niður friðar, ég veist, með þetta ótrúlega gaman, sko. Og hann eitthvað fótboltavelli líka allt í einu, með það mjög sniðt. Mjög áhugaverður frambjóðandi, undan farin að ára og tuga. Hann er svolítið bara svona solid, er það ekki? Hann er svona fastu liður, eins og vanalega. Þannig að þetta eru Agnes, Ástþór og Ugla, næst. Jú, mjög góður hópur. Þetta er hópur. Sem raunveruleika sjónvarp væri Ástór bestur. Ásdís og hann væri reynda mjög góð saman í raunveruleika þætti. Þetta verið svona þáttur 1 og 2. Já. Ok. Baldur Þórólfsson. Baldur er minn maður. Baldur og Felix. Þannig við fáum tvist ef hann vinnur. Það er svona eins og hann er þetta settur. Katrín. Hann setur þetta þannig upp, eða ekki? Þetta sé svolítið svona 2 fyrir 1. Já, einmitt. Jú, mér finnst Baldur náttúrulega bara, ég þekki kannski mest til hans persónulega, en mér finnst hann bara mjög frambærilegur og ég þekki þá náttúrulega aðeins báða saman, sko, þannig að
en mér finnst bara líka mjög áhugavert einhvern veginn, þú veist, þeir náttúrulega koma svolítið svona saman og það verður svolítið alltaf Baldur og Felix og það fer svolítið fyrir brjósti á sumum að þarna séu allt í tveir kallar komnir í þessa stöðu sem að mér finnst vera svona vekur upp skemmtilegur umræður á kaffistöðum og fólk sem er ekki sem er búið að lendi því að fólk er eitthvað rosa móðgæfi því að þeir séu saman í framböðu sko, en hafa samt aldrei sagt neitt þegar að hafa mitt verið kall og kona saman, þú veist, það er aldrei vekur ykkur sömu viðbrögð sem er áhugavert að velta fyrir sér að við sem svolítið enda þar að þetta sé eitthvað sem á að skipta rosalega miklu máli en mér finnst þetta það frambóð út af fyrir sig bara frábært þó það sé ekki nema bara út af þeirri staðreynd að þetta eru tveir kallmenn finnst það bara Ég hefði frekar kosið Gunna og Felix sko Það hefur verið skemmt par sko En er hann ekki fremstur í skoðunum? Nei, það er bara í prósent sem að mogginn skiptir við en Katrín er ofar í bæði og maskin og gallop Okay. Það er eitthvað svona, ég veit ekki hvað það er en niðurstuð prósent eru svolítið öðruvísir hinna Er samt ekki ómarktakur munur ennþá samt sem maður á þessum kannastökum Jú, en við erum bara rétt komin út úr búningsklefanum eins og eitthvað sagði í þessu En hvað er með að hann sé hommi? Hvað skiptir það máli? Ég sé það á Facebook eitthvað að dreifa þessu og finnst þetta svona athyglisvert. Ég man eftir einhvern tímann sá ég svona post sem var myndað palestíska fánanum á Austurvelli og svo var eitthvað skrifað svona og þegar ég las textan þá áttaði mig á því að manneskja sem setti þetta inn horfði á palestíska fánan sem einhverja gríðarlega ógn, ekki frelsisbaráttu palestínumann eða eitthvað. Svo sá ég svona svipaðan post daginn og svona mynd af Baldri og Felix kyssast og hafa byrt sem eitthvað sem væri ógeðslegt, ekki einhver ást og tröst eða. Það er akkurat þetta sem mér finnst bara hollt að þetta komi fram sko, fólk sem að kannski þú veist, er í felum dagstaglega en brestur svo í sitt rétta atgerfi við þessar aðstæður af því að og sýnir líka bara að þetta skiptir máli þú veist, auðvitað ætti það ekki að skipta henni máli að fólk sé hins eginn í einhver svona þetta er bara að snúast eitthvað allt annað en við erum bara svolítið því miður ennþá á þeim stað að þetta vekur einhvers konar viðbrögð og oft neikvæð viðbrögð bara það árið 2024 séu tveir kallmenn hérna saman þannig að þú veist, þetta skiptir máli ættu þetta ekki að skipta máli en við erum bara ennþá þeim stað að það eru fordómar í samfélagi. Við erum bara í ýmsum stöðum, það er kannski málið. Við erum ekki öll á sama stað. Nei, Herðu næst bóð upp á Eirík Inga Jóhansson. Ég bara þekki ekki mannin kem honum ekki fyrir mig bara ekki neitt Hann sagðist að það var klárað að fá tilskilin fjölda á Austurlandi í gær hann hefur erfitt að finna hann eitthvað og hann svarað því eitthvað það er bara misjætt hvernig fjölmiðlar fylgjast með mönnum ég hef sendt fréttir og greinar sem ekki að fengist að birtast þetta ætti því ekki að koma neinum óvart sanngjarn forseti með gott innsæi sem er tilbúin að taka ráðum frá öðrum og vinna eftir stjórnarskránni eins og honum er sagt að gera. Númer 1, 2 og 3 aðskilja framkvæmdavaldið og löggjafarvaldið, segir Eiríkur. Þetta er kannski ekki nóg fyrir ykkur til þess að ráða í það hvað það vill. Mér hefst þarna eitthvað aðeins þetta með bara hlýða skilyrðislaust sem það er ekki alveg að fljúa. Mér finnst það svona pínu svona. Herðu, Halla Hrund Logadóttir, orkumálastjóri. Ég veist hún spennandi frambjóðandi bara mjög geðug kona sko og sumir segja nú að vera bara svo vont að missa hann úr orkumálastjóranum en er ekki verið að reyna að leggja það niður Já, einmitt, nákvæmlega þannig að ég gæti alveg hugsað mér að kjósa hana sko Við treystum henni líka bara sjálfur til að meta það hvað hún á best heima sko, hvort sem það er í orkumálunum eða í fórstæðanbættir Ég held hún sé bara frábær kandidat sko í öfnum fótum í sveitinni og Harvard mjög smart og virka mjög skemmtur ég myndi að vilja fara drikk með henni ég myndi að vilja fara drikk með henni þetta er einn ameríski mælikvarði þú vilja drekka bjór með frambjóðanda með sveitatengingin skemmtileg sko. ég er náttúrulega sveit þannig að ég tengi alveg við það sko. og það sem er líka að því ég horfði á myndbandi að hún var fyrst þegar ég sá þetta ég sé bara hvað rosalegt að skríti hvað fólk einhvern veginn ríkur að staði í frambóð og eitthvað og horfði á myndbandi og ég var alveg seld eftir það og því ég trúði henni Þetta voru ekki bara menn í glímu og sauðburður og þetta var eins og auglýsing frá ungmennafélaginu 1956 Nákvæmlega og ég var náttúrulega í 3. sæti á héraðsmóti 1986 í hástökkir þannig að hún er trúið hún er bara, ég held að what you see is what you get held ég sko Kostur hennar er líka, hún er ný og tengt
þú veist, það er svona ferskleiki, Já, hún er líka ung, já. hún er svona, ég held að sé 43 eða eitthvað svona. Þú sé bara eitur snjöll. Já, bara lukkar vel mjög heiðaleg. Svona ljósærð og klæði sig í blátt sem er litur Maríu Meyjar. Það er alltaf réttri leið hjá henni. Það er hönnun annarkostur hún svona, heldur að koma með korun. Já, hún er sko oft með svona fléttur, svona úkrænska fléttur svona henni. Hún er að spila Blómakrans. Hún er eiginlega aldrei á skóm heldur. Ég tengi við það líka. Ugla er skólaus sem það komið fram. Þetta er þú Hreyfina Hölluhrund. Mér er svona alveg skemmtileg sko, svolítið fersk og... Spilar á harmoniku? Já, eins og Kristrún Frostadóttir. Já, ég er rosa spennt fyrir svona sveita tengingunni. Einhver sagði mér að það er verið vingunar. Ég veit ekki. Örgli í gegnum vikunar. Já, allir ekki. Kannski það allir fara út þegar ég skellur á með harmoníkutónlist þá verður þær einar í salnum. Kannski setja harmoníku spilarar öll saman í svona hópum fengi fyrir tilíninga og svona gengi að það taka yfir Ísland harmoníkuliðið, verður bara harmoníku þettir á RÚV. Halla Tómasdóttir. Já, einmitt. Hafið hort á TED fyrirlestrar hennar? Nei. Sýstin eftir að kjósa, hún er alltaf að selja mig við hann að hún sé frábær. Og ég skal alveg kaupa það, en ég veit ekki, það vantar eitthvað, það finnst mér. Ég veit ekki hvað það er. Ég get ekki sett byttu minna á það. Það er eitthvað sem ég er ekki alveg, en hún er örugglega mjög klár og mjög fær í sínu starfi. Já. Hvað segir þið? Ég bara þekki hann ekki rosa mikið, sko. Mér finnst hún ekki að hafa mikið farið fyrir henni í þessari kosningabaráttu heldur. Og vitlaus. Hún nokkar mjög snöll og góð í sínu, en Var hann ekki Harvard? Jú, hún er þrælmöntu, sko. Hinn Hallan var það alltaf. Nei, sko, Halla kennir í Harvard, sko. Er aðjúkt í Harvard. Já. Mikilvægt ruglast ekki á höllum. Já. Það eru svo margir sem bjóða sig fram að það eru tvær höllur. Erðu Helga Þórisdóttir, forstjóri Persónuverndar, sem að telur sig hafa allt í embættið en átti miklum erfiðleikum með að ná saman 1500 meðmælendum. Ég er það pass. Passið henni, ekki henni ekki. Þekki ekki þessa konu, sko. Jón Gnarr. Einmitt. Hver hefur ekki skoðun á Jóni Gnarr? Ég held bara, ég hef ekki skoðun á Jóni Gnarr. Ég verð bara að segja alveg eins og þér. Ég hef ekkert sterkar skoðun heldur á Jóni Gnarr, alls ekki, sko. Ég held að það sé bara mjög fínt að hafa hann í frambúði. En í þessi fórseti? Ég held að hann gæti gerst það. Gæti verið að vera fólk. Já, ég geti Alla mjög skemmtilegur og mér er mjög gaman að myndböndunum hans að hann var eitthvað að reyna að tala til kjósenda yfir 70 sem voru veist ólíklegust til að kjósa og svo var hann að setja þetta sko á Instagram og eitthvað, ég var bara fólk á þessum aldri er eitthvað á Instagram, Jón Gnarr, en mjög skemmtileg myndbönd samt. Ég er ekki heldur vissum hann hafi ætlast til að eldra fólk væri að horfa á þetta, en svo segir eitthvað svona liggur við hann sé að hvetja þau til að kjósa utakjörfundar því það er ekki víst að allir liði fram á kjörfundar. Ég var ekki alveg hvernig að norða þetta, það var ekki alveg svona dróft, en það var svona tónnin sko. Þetta var það sem að meinti. Jæja, þá kemur svo sem að kostingarnar eitthvað litið snúast Katrín Jakobsdóttir. Hartney hérna. Nei, ég hefði sko mögulega getað hugsað mér að kjósa Katrínu ef hún hefði aldrei verið forsætisráðherra og leitt þessa ríkisstjórn sko. Sammála. En hún hefur ekki mikinn trúurleika fyrir mér, því miður sko. Fyrir mig sko. Nei, þú veist, ég efast ekki það að Katrín verður frábær forseti ef hún fara kjör, en ég persónulega er ekkert út af þessari stöðu sem hún er í, þá er ég með ekki alveg til í að kvitta þar undir sko, að því hún fór frá forsætisráðherra og yfirgafur ríkisstjórn til þess að fara í þetta framboð sem hann finnst. Væri þá þjóðin á velunana fyrir að svíkja hugsjónir flokksins? Þetta er eitthvað svona, mér finnst þetta, veit ekki alveg hvernig ég á að mynda mér skoðun á þessu nákvæmlega hver, en ég held að fólki líkar rosa vel við Katrínu bara almennt sem persónu og mikið af fólki kannski hefur fundist með erfitt hvernig þetta ríkisstjórnarsamstarf hefur svo þróast og annað og fólk er kannski vill fyrirgefna þegar þið líka við hana þannig að ég held að það geti alveg skilað en einhverjum atkvæðum. Er þetta þín kona? Ég held að Katrín yrði frábær forseti og ég held að þetta sé slingast í stjórnmálamaður bara okkar tíma.
Hún ná sínu fram með það. Einhverju leyti hefur hún gert það. En ég held hún er alveg frábær forseti og ég er ekki að stuða mig ekki að hún hafi yfirgefið forsætisráðherra stólinn á þessari ríkisstjórn. Og Bjarni tekið við. Það er önnur saga, hún stýrir því náttúrulega ekki, sko. Nei, það er náttúrulega verst að veit allt saman. Já, en það er bara, það er annað issue, sko, af því að þau eru upp í staðið og það bara byrjum við ábyrgð á lífi okkar og við veljum sjálf fyrir okkur og hún er bara að velja fyrir sig og hún má það bara alveg, sko. Og mér finnst að því leturinn til finnst mér það ekki truflandi en það hefur ekkert með að gera hvað mér finnst sko ríkisstjórnina fyrr og nú og svo framvegis. Þannig ef þið líkar þetta ekki þá bara sleppir því að kjósa hana en þú átti ekki að vera töðu yfir því hún sé frambæði. Þetta segir það. Basically, já. Basically er ég að segja það. Ég, já. En ef maður takja afrek hennar í þessari ríkisstjórn þá er það þungunarofslögin og kynrætt sjálfræði. Ég held að. Já, ég held að það sé hellingur þarna meira sem að við endilega vitum ekkert, sko, og ég held að það sé stærstu máli. Já, alveg pottið stærstu. Ég er engin sérstakur advokat fyrir Katrínu Jakobsdóttur eða Vinstri græna eða þessar ríkisstjórn yfir höfuð. Ég held að sé bara miklu meira þarna heldur en að kannski er eignað henni, sko. Að ég held einhvern veginn að ég, horfið á þessa þrenningu. Ég held hún hafi verið eitthvað konar, hún er eitthvað konar, hún hefur eitthvað superkrafta, þessi kona. Það geta verið í þessu leiðilega bandi svona lengi. Nei, ég skildi þetta ekki. Nei, ég meina, já, ég kannski það, já. Nei, ég held að það sé hellingur sem að hún og hennar verk og vinna og félagar skilja eftir sig, sem er ekkit endilega Rósi rattar ekkit endilega heim, sko. En hún var alltaf fyrst að mæta að bakka strákana upp í ruglinu, sko, sem er náttúrulega pínu óþægilegt. Það er óþægilegt, sko. En Ugla, því ég nefndi þessi mál, segjum að við séum bara liðin 40 ár og allir búin að gleyma reiðinni og hver sveik hvað loforð og eitthvað svona. Þau eru horfðu tilbaka að þetta með þungunarofið og kynrætt sjálfræði, er þetta ekki svona afrek? Þetta er náttúrulega frábær mál og mjög gott að þau komist í gegn og það var náttúrulega ekki að taka það frá þeim og það var mjög mikilvægt skref fyrir kvenréttindi og réttindi transfólks og hinsegin fólks almennt. Þannig að það er náttúrulega ekkert leyndarmál að ég satt að var á lista fyrir VG á sínum tíma en hættu svo í flokknum þegar þetta ríkisstjórnar samstarf fyrir gegn og var náttúrulega í hópnum sem að ritaði lögum kynrænt sjálfræði. Þannig að þetta var náttúrulega ótrúlega mikilvægt að þetta kom í gegn og Svandís Svavars var náttúrulega mikilvægt þar inni sem þingmaður frá VG sem var mikið með okkur í þessu starfi. Þannig að VG og Katrín og Svandís og fleiri er náttúrulega hróskili fyrir að hafa komið þessu mál í gegn. Þetta var náttúrulega ótrúlega mikil réttarbót. Þannig að það má hrósa fólki fyrir því sem er velgert en það er líka mikilvægt að við séum gagnrýnin og séum að benda á hluti sem er að fara betur en það er bara pólitíkin. Það hefur ekki skort beinlínis að þau séu útúðað. Nei, en það er náttúrulega bara út af því að ég held að fólk sé svolítið Það er ekkert að því að fólki séu útúðað fyrir að gera eitthvað sem er slæmt, sko. Já, eða gerir ekki neitt. Eða gerir ekki neitt. Ég fór ætlaði eitthvað að fjalla flóttan frá VG svona til lengri tíma. Googlaði hætt í VG og hætti í VG og eitthvað svona og þá komst þú meðal annars 2017 með sama svipuð tímabili og Drífa Snædal, Gísli Garðarsson og Magga P. Já, þetta var bara eiginlega rétt eftir þetta ríkisstjórnar sem var samþykkt, sko. Þannig að ég bara... Þú ætlar ekki að geta skít með Drífa Snædal. Ég menna og má orða það þannig, mér finnst það skemmtilegt svona smá stuðandi orðalag Þetta verður ekki gleyma, sko, ég held að þetta verður til. Þetta verður til endalaust, en ég var bara ekki til í það kvitt undir eitthvað svona, en ég svo sem var heldur aldrei kannski í stöðu að vera farin á þingist í sæti sem ég var í heldur, en samt sem var ég nú ekkert til þetta og bara fór gegn mínum prinsipum. Ég meina sko þegar ég var nú aldrei, ég var skráður í VG lengi og ég var aldrei gengdi aldrei inn trúnaðarstörðan þar, en mér fannst alveg, þú veist, ég ákvað bara alveg í upphafi, sko, þá ákvað ég bara að treysta þessu fólki og sjá bara, ok, hvað náið að gera, hvernig verður þetta? Ég var spenntur að sjá hvernig mun þetta ganga upp og varð svo fyrir hrottalegum vonbrigðum bara með það, trekk í trekk, sko, en mér fannst þetta alveg, mér fannst tilraunin vera þessi virði í prinsipinu, sko. Ekki að afskrifa fyrir hann. Nei, mér fannst það nú ekki, sko. En svo reyndin var ekki góð. Reyndin, nei, hún var alveg agaleg og hefur verið og er enn. Ok, herðu,
með eitthvað leiti munu kostningabaráttan snúast pólitíska arfleið Katrín Jakobsdóttur. Ég held það. Heldur það? Já, mér finnst það skrítið að allt í einu bara, nei, við skulum ekki ræða það, heldur skulum við bara láta eins og Katrín hafi bara dottið að himnum á hann. Ég sé ekki alveg hvernig það var að virka, sko. Já, til dæmis Ólafur Ragnar losnaði aldrei við öllum umræðum. Nei, og ég meina, hún var náttúrulega bara forsætisráðherra hérna fyrir 2-3 vikum. Ég meina, fyrir mér er þetta bara þannig að fyrir mér er þetta bara manneskja sem að þú veist, hún var mjög fínn forseti, en eins og ég sé að hún kemur ekki fram af heilindum. Ég les það þannig, sko, að hennar tími í forsætisráðherraembættinu var ekki tími heilinda, skilju, hún bara vann ekki eftir því sem að verk hennar sýnd voru ekki samræmið það sem að hún hefur gefið út og kosin til og bara alls ekki og oft bara meira sér þvert á móti. Þannig að það svolítið, þetta svolítið drap hennar karakter fyrir mér, sko. Ok, höldum áfram niður matseðilinn, Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir. Ég veit, er hún ekki mikilvæg rödd þarna bara einn? Ég held hún verið góð. Hún var ekkert svo slæm, sko. Sem fórstu, já. Ég sá eitthvað vídeo daginn sem hún taka á móti lambi. Ég var alveg mega impressed. Hún trompaði alla. Hún trompaði það, ég var alveg... Þetta er greinilega lykilatriði. Lykilatriði í farselli fórsetatíð að geta tekið á móti lambi. Er það þá pósan sem skiptir máli eða vinkillinn á kamerun eða hvað er það sem að... Nei, það hafði verið myndir af öllum með haldata lambi. Þá byrti hún þar sem hún tók á móti lambi. Ég skil, já. Sem er svo mikið yfir tromp. Við getum bara að pakka saman. Það var að seilast lengra eftir átkvæðum. Og var þetta þrílemba? Var þetta hund þrílemba kannski? Góðir svört mjögulega. Sást þú þetta? Já, mér finnst nú líka best að fólk með að tala um það sem verður að posa með lömbum. Það eru ekkert allir með lömb. Fólk líka með kýðlinga. Fólk ekki greina með það sem að mér finnst mjög fyndið. Verandi úr sveit þar sem við höfum bæði átt geitur og kindur. Var Baldur með kýðlinga? Hvað segirðu? Var ekki Baldur með kýðlinga? Nei, hann var með lamb, Jón Gunnar var með kýðlinga og Katrín var með kýðling. Hinn voru með lamb held ég. En ertu úr svo mikill í sveit að þú hefur verið í Sauðburði? Já, ég nú bara að fara í Sauðburði í næstu viku, sko. Hvernig sástu myndbandið með Steinunni? Nei, ég reyndar horfði ekki á það, þannig ég ætla kannski að fylgjast með tækninu, þannig að gera þetta rétt, sko, þú er bara eitthvað svona að sýnast, eitthvað þú veit hvað hún er að gera. Hún er ekki svara strax hvort hún sé. Nei, ég ætla ekki að svara strax hvernig tækninu... Hún náði mér vegna þess að hún er mjög óhyggandi við að hjálpa lambinu að koma. Það þarf náttúrulega, sko. Svo rætur lambi hérna, rennir hendinni svona til að hreinsa frá vitunum, eins og það hafi verið, sko, eins og maður gerir í svona auka hreyfingu. Þannig ég hugsaði bara, heyrðu, þetta er ekki fyrsta lambið sem hún Nei, hún þekkir eitthvað til við sem við gerum þetta, sko. En hún ekki bara ketti sem er alltaf eignast kettlinga eða eitthvað? Þetta er nú reyndar mjög svipa oft bara hjá dýrum, sko, maður er svona huga ákveðnum hlutum, sko. Já, okkur dýrunum eins og við séum. Já. Herðu, Viktor Traustason, ég veit ekki um það, en hérna er hans maður. Það er minn maður. Hvað er hann gamall? Ég hugsa, hann sé nú bara alveg já, ætli það ekki. Bara hann er örugglega bara 35 ára, sko. Þannig að, jú, bara ef þið viljið umbætur á stjórnkerfinu og svona, á bara að gera, kjósa Viktor. Sko, það var viðtalið við hann hérna, mjög skemmtilegt, ég nenni kannski ekki að fara að ná í það og segja ykkur á því, en það var mjög skemmtilegur á viðtalið við hérna, hann sem sagt er atvinnulaus og segir hérna að hann hefði líklega ekki náð að safna þessu 1500 meðmælendum ef hann væri í vinnu. Svo mikil vinna að safna þeim. Samdi heiðarleiki bara. Og hann segir eitthvað svona, þetta orðið þetta með tvennum hætti, minnum ég hann hafi sagt, þú getur sagt ég sé á milli tveggja vinna eða ég sé bara atvinnulaus auðmikið, sko. Þetta er alltaf spurning sjónarhorn. Þetta var listinn. Hræsópur. Já, og þið hafið hérna, haldið þetta getur verið skemmtileg, kosningabaráttu. Já. Hvað hann á að snúast? Á hann að snúast eitthvað sem er erlendi grund og okkur hérna, við verum stolt af því að kann allar hérna, etikettur og hérna dansar menuett án mistaka. Ég er ekkert mjög hrifinn af þessu embætti sjálfur, sko. Og mér finnst eiginlega kannski vanta frambjóðanda sem er í raun að bjóða sér fram til þess að bara tala fyrir því embætti sér lagt niður, sko. Ef ég verð kosin að þá labba ég inn á Bessastaði, loka eftir mér og það er ekki sjá mér eitthvað svoleiðis, sko. En hvað var þeim jökulinn sem var að reyna að safna? Við veist ekki að hafa náð. Nei. Hún komi nú í viðtali hérna í þættinu mótmæli morgumatt. Snæfisigull. Það vilst ekki að hafa náð meðmælendum. Nei. Mér finnst oft vanta smá
fút í þetta sko, minnst það vera eitthvað svona, minnst oft fólk detta svolítið inn í þetta kerfi einhvern veginn og vera ótrúlega formleg einhvern veginn, en þú veist, mér finnst alveg að forseti megi alveg líka vera skemmtileg persóna og þú veist, og aðeins svona ekki taka svo of alvarlega, þá svo séu náttúrulega auðvitað alvarlega allir sem að forseti þarf að taka, en já. Guðni hefur nú verið mjög alþýðlegur þó hann Já. tali eins og hann sé 200 ára gamall sko. Nú er það alveg þessu 200. Ég er svo gamall, ég heyri það ekki, sko. Nei, það er skemmtilegt. En hann er alþýðlegur svona, meðan fólk með buffið og... Bara mjög flottur. En ákveði skilan hann ennir sér ekki lengur. Nei, mér er svona það Elísa líka náttúrulega bara frábær. Ég bara, Hún hefði þetta bjóð sér fram. já, eins og Hillary. ég hefði 100% kosið hana, hefði hún farið í frambóð. Hún er bara mjög frábær. Var Guðni bara búin að fá nóg? Var það ástæðan? Mér virkaði þannig. Ok. Hann kom hérna í viðtal 1. desember Ok. og við vorum að ræða bara forsetaembættið og Íslandssöguna og hitt og þetta. Og svo svona í lokin þá fannst mér eins og hann væri að sko leiðin út. En ég spurði hann hérna, ætlar að bjóða þig fram áfram? Og þá var hann svona svolítið kvektur og sagði það verður kemur bara í ljós í nýja sjónvarpinu af því að það er alltaf gert hann sko. Fannst eins og ég væri með. En þegar ég bara er að rifja þetta upp núna því að mér fannst eins og hann væri svona þarna var hann bara sem sagfræðingurinn. Já. Leið rosa vel og fannst skemmtilegt hérna og að lengi að spjalla hérna frammi og ég fekk svona tilfinninguna þú veist að hann langaði eitthvað annað sko, en það er hann kannski, hvar er hann eitthvað 55-6 eitthvað þannig að ef hann hætti núna þá á hann hérna góðan tíma eftir sem háskólaprófessor í sagfræði en ef það er 4 ári viðbót þá er það svona orðið óljósara sko. Og svo náttúrulega er þetta starf sem að nær fólki allir mæra Vigdísi núna en svona síðasta kjörtímabili þá var hann orðin svolítið svona stygg og komin í eitthvað svona Fólk var líka pínu svona pirrað eða svona á henni mér finnst ég að muna það að því hún var svona, þú veist svona lengi haldið svona hátt uppi sko þá svona náttúrulega Ragnar bara fór eitthvað 24 ára eða eitthvað. Ég held að þetta sé bara ógeðslega erfitt Þannig ég held að 8 ár séu bara fólk ætti að líta það sem skammtinn Gætu þið þessu vinnu? Ég gæti þetta ekki hver er vinnan? Veit ekki Það er Þú hefur náttúrulega alls þú ert að Nei, pælum í því, sko. og þú ert náttúrulega að sjá til þessi starfandi ríkisstjórn í landinu og þú hefur náttúrulega þannig rétt til að þú veist, stoppa mál sem er í gangi en það er alveg svona ýmislegt sem að forseti þarf að hafa í huga og þarf að sinna en að mörguleiti er þetta náttúrulega bara út og við þjóðarhæðingi sem er að þú veist Nei, bara í þessu samviki sem allir var að sko, bara, Ég þú veist, hvað er þetta? Er ekki alveg komið tími til að forma það? Eða þú veist, Já. ég hef ekkert eitthvað að brjála að skoðuna því en ég bara átta mig ekki endla á því hvert sko raunverulegt hlutverk mitt væri. Ég myndi örugglega halda geðveikt partí. Ég var alveg til í þessa vinnu sko. Þú veist, þetta er fín laun og bara, þú veist, ýmis fríðindi og bara hitta mikið áhugaverið fólki Ég var alveg til í þetta, ég kom með svona sítt hvítt hár og gett gengið í drögtum og serkjum allir, segjum þú sett fórseti ég er hérna fórsetaritari og dagskrá dagsins á morgun er að hérna klukkan 8 í fyrramálið þá verðum við að vera komin hérna í Árnessýslu þar sem verður vígt skátaheimili og það er hérna mun kvennakór kvennskáttar, hvað heita þeir aftur? Kvennskáttar? Já, munum syngja og vera með leik og það er alltaf þess að þú sett með ávarp sem að hún Ugla er búin að skrifa fyrir þig þannig að þú fer bara með það ekki á að gera því svo brunum við hérna í bæinn vegna þess að það er alþjóðaþing hérna þarmaskurlækna í Hörpu og þar eru margir bara stórstjörnur á þessu sviði læknisfræðinar sem að ég því miður kann ekki nefna því að þetta er svolítið lokaður afgerandi geiri þeim eru að koma út á Bessastæði og það verður svona léttur hádegisverður og það væri mjög gott að þú myndir ávarpa hópinn og tala mikilvægi framfara sem hafa orðið í þarmaskurlækningum og Ugla skrifaði ræðina Mér finnst þetta bara hljóma ágæð ég held þetta sé áhugavert fólk sem ég hitti þarna og fínt matur sem ég fæ ég er nokkuð góður ræðmaður sko. Ég var mikill ræðmaður á yngri árum sko. Kanntu borðsiði samt að þú þarft alveg að vita sko. Ég reyndar kannski þyrfti aðeins að slípa þá til Já, ég kann þetta allt líka Það séðum að dætt mér í hugum sko hvort það var ekki snjallt fyrir þig að því að þú heyrðir af riðuveikinni sem var í Húnavatnssýslu þetta að skera niður á 2 bæjum það myndi senda því fólki bréf þannig við vitum á því að við finnum til með þeim
og stöndum með Já, þjóðinni nákvæmlega. Já, þetta er í til í. Þetta er náttúrulega greild áfall samt. Já, það er engin hæðin í neinu sem við erum að segja. Nei. Þannig þú ert bara til í þetta. Já, ég höfum að svo ekki bara ofta ágættan tíma á kvöldi til þess að bara líta í bókasafni hérna á Bessastöðum. Já, gallin er sá að ef þú ætlar að fara með krakkana á vídeoleguna hérna í Garðabæ, að þá munum þú aldrei taka eftir því hvað mynd þú tekur. Jú. Já. Þannig að það verður hérna Atli Valdi Die Hard 3. Sko, samt ekki, nú bara spyr ég, samt ekki svona meiri einhvern veginn sátt það í þjóðfélaginu að fórsetin sé smá einhvern veginn látin vera með einhverjum, eða þú veist, það er ekkert mikið verið að rýna persónleg mál fórsetans eða svona það, þú veist, ekki með sama hætti og stjórnmálafólk. Ég held líka að fólk fá að vera í friði þar sem hann lappar, sko. Þetta kemur ykkur og þakkaði Atli fyrir brefið sem hún sendi frænku minni í Húnavísir. Já, ávarpið á þarmaráðstefnunni. Það er eitthvað sem gerir það. En ég held að fólk láti fórsetar svona mest vera. Ég er ennþá stödd á vídeólega í Garðabæ. Er þetta starfandi vídeólega? Starfandi vídeólega. Ég er til að fara á vídeólega. Fórsetað er svona þjóðulegt, þannig að hann fer á vídeólegum. Það er einn af mínum ástæðum að opna vídeólegur aftur. Nei, ég veit ekki. Ég myndi ekki treysta mig til þess að lesa alltaf eða flytja alltaf ræður sem einhver annar skrifaði. Nei. Ég er náttúrulega treysti mínum. Já, ég skil, já. Ég er náttúrulega, það verður að vera tröst, sko. Hann réð Uglu og þau unnu saman fyrstu 3 ræðurnar og hún var fljóta að læra hvað allir vill. Og svo fer hann bara allir búið að gera það sem hann sýnist þeirra. Nú er staðan árið þannig að Ugla getur klára setninga sem allir byrjar. Svo fallegt. Þetta er svona vinnuhjónaband. Þau eru best. Þetta er bara mjög góð byrjun og mjög góður samstarfi. Herðu, ekki meiri fórsetan. Útlægin var spreyjaður. Já. Það er mikið að lista fólki hérna. Hvað er þetta gjörningur eða hvað er þetta? Ég held þetta hljóti að vera það, já. Er þetta ekki eitthvað mótmæli? Ég held að það var mótmæli. En ég menn, er það ekki gjörningur? Jú, en bara fyrir hver, eða þú veist, mér langar að vita nákvæmlega hver var tilgangurinn. Það er erfitt átt að sjá merkingunni. Það þau verið að gilla út. Það er eiginlega, það er verið að gilla útlagan. Það hlýtur að vera einhver meining þarna. Það er líka að tala þetta sé svo vel gerst, sko. Já, það var fagmaður. Já, þetta er einhver... Þetta er ekki skemmd ef ekki hefðbundum skilningi. Þetta er ekki bara búið að spreyja einhverja hvíta línu að þið skiljiði mig. Það er talsverð hugsun sem greinlega býr hér baki og skipulagning, en hver merkingin nákvæmlega er, eða það átta ég mig ekki alveg á, sko, svona. Það þangað til að það kannski við fáum að heyra það. Það er þetta náttúrulega bara kannski fyrst og fremst skemmtiðar, sko. Já, en ég meina að maður stígur inn í samtíma listasafn, þá oft kemur maður nú út kannski meira spurningamerki heldur en hitt, sko. Svo náttúrulega mótmæli er náttúrulega bara mikilvægur partur okkar lýðræði að fólk geti mótmælt og ef að þetta er einhvers konar mótmæli þá er þetta bara hluti að þeirra tjáningarfrelsi að gera það. Þannig að mér veist... Það má ekki eyðileggja það. Er mitt frelsi endar það sem að nefið á náðan hvað byrjar. Ég má ekki eyðileggja eigur einhvers annars, eða? Nei, en er búið að eyðileggja það? Þú veist, er ekki hægt að þvoða til dæmis að, þú veist, ég þekki ekki, veit ekki nákvæmlega hvernig þetta virkar. Mér finnst þetta kannski ekkert svaka stór þjóðfélagsmál að þetta hafi verið spreyjuð. Nei, ég er svona smá sammála auglið í því, sko. Svona, ég er náttúrulega heldur engin forvörður, sko. En allavega Ólína Þórðardóttir, hún hafði orðað því, já, veðrast þetta ekki, hún sagði, veðrast þetta ekki af á nokkrum, þarf nokkuð að taka styttun inn og þrífa hana. Verður þetta ekki farið eftir mánuð? Og ef að svo þá finnst mér þetta nú kannski, já. Ekkert mál að taka þetta með hálfstælu heldur, sko. Það eru byrjaðir það, því að svo er þetta ykkur, sko, þú veist, efni sem að ekki vel saman og bla bla bla. En fyrst við geta nú sko spreyjað bara stóran vekkum nýjar stjórnarskrá af bara á 5 minútum, þá held ég getur nú alveg örugglega spreyja þetta gilda á einhverju styttu nýr bæ. Hver er merkingin að gilla útlagan? Ég veit það ekki. Sem heldur á barni sínu og dána konu á bakinu. Ég skil þetta nefnilega ekki alveg. Hlýðin rakkan með sér. Ég bet að tíu, við erum svona smá saga. Já. Munið ekki eftir máltíð Landsbankans í Mílanó þar sem að Íslendingar átu gull. Jú. Og málið var það að þetta er frægur réttur, sko, sem að þetta er risotto með gullflögu ofan á. Og nú man ég ekki alveg hvað maðurinn hét, en þetta er eiginlega, þú veist, Escoffier í ítalskrar eldursins sem að bjóðina rétt til. Og hann var lærði
eldaði á Ítalíu og fór til Frakklands og var þar og kom svo aftur heim. Kom heim svona, þetta var eftir síðsárunum þegar Norður Ítalía var að byggjast upp mikið að Suður Ítölum að flytjast norður og það var svona degla sem að var að verða til þar. Áður hafði Ítalía bara verið mörg héruð og ólík og eitthvað sem hefði sagt í Ítöls matagerðarlista hefði bara horta og sagt hvað er það? Það er Toskan eða Sikilei eða Napoli eða Pódal og hvað er það að tala um? Þannig að það byrjaði að verða til svona hugmyndum bæði af því að þeir sem voru í Suður Ítalíu vildi fá sinn mat þarna fyrir norðan og það byrjaði að mynda svona Ítals eldhús. Og það var svona svolítið hröð þróun og var það alltaf svona smartari og smartari og hann myndi eftir því, hann hefði verið í svona sama ástandi í Frakklandi þar sem að matagerðarlistin svona fer út frá því sem að út í héruðunum og sem að við borðum hjá ömmu og mömmu og spinnst alltaf upp og enda með því að eins og kannski núna í dag það er svona einhver eitt réttu búin til fyrir einn mann eitthvað rosalega speysað eitthvað og svolítið úrkynjað og þá fara kokkarnir alltaf við því að leita upphafinu og þá fara þeir aftur út í héruðin eða til mömmu og segja þú veist, gleymum ekki upphafinu finnum eitthvað svona einfallleika í upphafsins því að matagerð það matagerð að við sitjum hérna saman og erum að borða og njótu þess það er ekki eitthvað svona skreitilist sem einhver eitt ríku kall borðar á einhverju rándýru restauranti þannig hann fór og bjóð til risotto og með pínulítið af safran í því held ég og eldaði það eins vel og hann gat og þegar hann var búinn að því þá sett hann eina gullþinnu ofan á og sagði einfallleikin er kóngurinn. Þetta er mjög kostulegt. Þegar sagan kom til Íslands og þegar Íslandi gáði þetta að þá var þetta dæmi stjórnlaust óhóf að rétturinn er yfirlega óðurinn til einfallleikans. Og það að gylla útlagan gæti þýtt eitthvað að alþýðan er gull, henn er kúuðu, smæsti bróður Jesú, það er gullamanni. Og japanska hefðin, viðgerðarhefðin, hvað heitir hún aftur? Þegar leirtögi eða ílát brotna og svo er brotið gilt og þá er það orðið í rauninni verðmætara og betra og segir dýpri og meiri sögu sko. Það er sprunga fyrir altarinu í Laugarneskirkju sem þetta verið gert við. Það er gilt sprunga sem gengur niður. En sko útlægin er náttúrulega þegar á stalli. Sko þannig að það má eiginlega segja að þetta sé eiginlega sko, þetta er kannski það hefur verið að ofhlaða merkingunni þarna þá á sko. Svo þetta er stallastall. Já. Er kannski verið að gaggrina svo sem gerði styttuna eða Já, maður náttúrulega hugurinn náttúrulega hvarflar aðeins til sko hérna uppþótsinn sem var hérna við Nýlastisafnið þegar þær fluttu styttuna og hann af Snæfellsnesi og inn í eldflaugina. Þetta er þessi steinun og Ég vil ekki það fabulegur það en ef að það kemur í ljós þá kemur það mér ekkert stórkostlega óvart. Það var eitthvað í fréttum það að þetta hefði verið gert fyrir 2 árum síðan með eitthvað annað verk. Gilt. Já, gott ef ekki. Nei, er það ekki það sem allir að segja þetta þegar það var stólið? Nei, það var ekki, það var bara, ég lasi þetta ekki nú en hérna það var eitthvað sem sattur svörun sagðist ekki vita hvort að þetta væri eitthvað tengt í eða hvað sko Það styttur aldrei fengið meiri athygli held ég Það var svolítið hverfi í skóginn Það byrti eitthvað gamla mynd af henni þá eru trén hann á baku bara pínu lítið svona gerist, trén stækka maður er alltaf að vissa þegar maður sér þetta hver er grunna það er trén stækku Jæja Við getum ekki ráðið þetta. Það er hérna lagareldi. Er það ekki fréttu vikunar? Þetta frumvarp. Já, er það ekki? Er þetta frumvarp ekki fréttu? Sáuð þið hérna eldmessu Katrín Oddsdóttur hérna sem var í þættinum okkar hérna. Já. Ég mista því. Skemmtileg. Hvað var það? Katrín er alltaf ótrúlega skemmtileg. Katrín? Já. Góður sögumæður og góð að setja hlutin í samhengi Það var hérna á sunnudaginn í þætti og við dreifðum þessu nú líka sko bara sérstaklega hérna hennar eldmessu Það sem hún dreifur svolítið fram fáránleikasamáls Akkur er hún ekki forsetaframboðið, spyr ég nú bara Það er ítrekka verið skorað á hana hún kæri sér bara ekki það Nei, kannski Þetta er svona típist, þeir vilja sem sem okkur vantar ekki en þeir vilja ekki sem okkur vantar Það ekki Þú myndir vilja hafa þannig það var reyndar tækifæri til þess vegna þess að það var fólk sem ætlaði að mæla með ykkurum og setti óvart í gang meðmælista við hefðum getað sko mælt með viðkomandi og komið inn í framboð og kosið
Ég veist til dæmis að þetta í svona úr öðru, í þessu samhengi, þetta sko ráðherrarnir okkar ætti að vera fagfólk. Þetta ætti maður ráða, já, mér finnst það. Þannig að því leitinu til ég, Viðarskona. Viktorskona. Ég held að sé engin leið að setja sig inn í öll þessi mál og ná utanum þetta á. Sérfræðingar eiga að vera til ráðgjafar. Það almenningur og alþýðan sem á að velja við ég þar. Getur það ekki að skapa ákveðin ójöfn eða bara ákveðin fólk sem hefur ákveðin aðganga ákveðin menntun til dæmis til að verða einhverjir ráðherrar, eða ekki? Ég vil bara gjarnan að fólk viti eitthvað það sem að það gegnir ráðherra embætti fyrir, sko. Það er svona alveg hjálpa og að byrja fyrir hvort það er mentað eða hvort það er bara hæft til þess, það er ekkert eitthvað svoleiðis ráðherra sem uppfyllir þetta í dag? Við erum með Willum í heilbrigðisráðuneytinu. Ég hefði bara viljað hafa mumma áfram í umhverfisráðuneytinu, sko. Ég held að hann hafi verið alveg frábær umhverfisráðherra. Hvað er hann komin í? Hann er í félagsmála, já. Og félags- og vinnumarkaðsmála ráðherra held ég. En í sammála því, hann hefði verið geggjaður áfram í umhverfis sammála því. Er ekki dómsmálaráðherrarnir eiginlega alltaf lögfræðingar? Já. Og eins og svo sem flestir ráðherrar og þingmenn, því miður. Já, er þetta ekki einsleitur hópur? Já, það er þannig bara. Þetta er ekki sérfræðingar í þeim skilningi þú þetta hafa klára lögfræði? Nei, alls ekki. Ég held að Áslaug Arna hafi ekki unnið lengi sem lögmaður eða... Nei. Herðu, en strandeldið? Já, einmitt. Hvað er þetta mál? Að þetta sé mengun eða normennir hirði ávinningin að við sem að gefa firðin okkar við erum búin að kvótakerfi aftur verðbúðum 2 sagði ykkur. Mér finnst það kannski stóra í þessu annars er þetta með þetta ótímabundna og svo hitt að það sé að við séum að gera þetta trekk í trekk að gefa þessar auðlindir okkar sko eða leigja þér fyrir lítið sem ekki neitt og maður átt að sig ekki á því hvort þetta er heimska eða ílska sko. Svona kvótakerfi sem eru náttúrulega ekki með viðeigandi gjöld og skatta og kröfur, ítra kröfur á umhverfisvernd og verklag og annað eru náttúrulega bara fyrst og fremst að skapa einhvern hagnað fyrir mjög fáa aðila í samfélaginu sem að eignast gríðarleg auðæfi í kjölfarið þessu og geta þá eignast aðra staði, þú veist, þeir eru bara að kaupa pítsustæði og fjölmiðla og bara alls konar, þetta eru svo mikil auðæfi sem þeir eru að græða og er ekki að skila til samfélagsins sem að gæti þá verið notað í heilbrigðiskerfið, skólakerfið sem að við erum alltaf að tala um að sé að springa og innviðu sé að springa en samt erum við ekki að nýta tækifærin til þess að setja rétt gjöld á þessi starfsemi sem að gæti skila bara inn miklu til samfélagsins og þetta náttúrulega bara skapar fyrst og fremst ójöfnuð í samfélaginu og heldur honum við með að vera ekki að setja réttar hömlur og gjöld og annað á svona starfsemi, finnst mér allavega. En akkur eru við að gefa þetta frá okkur? Eru við að gefa þetta frá okkur? Mér finnst þetta svolítið í höndu farra. Þetta verður líklega fyrir það bara ekki ennum þingi. Það er mér gjössalega óskiljanlegt sko. Þetta er næstu eins og þessi forma minnimáttakend. Það er sem við áttum okkur ekki á því hvað við eigum og hvað við getum að við þorum ekki að standa upp í hárinu á þessu fólki eða þetta er mér sko algjörlega óskiljanlegt. Ef við stöndum upp í hárinu á þessu fólki og ég er alveg með í því að standa upp í hárinu á þessu fólki en viðbröðin eru það bara, þá förum við bara hvað annað sem er bara allt í lagi sko. En ég held að þetta spilir minnimáttakendin nefnilega að því ég held að við erum allt og ginnkift fyrir þessum rökum sko. Það get ekki fyrir annað vegna þess að það er rukkað í Noregi ég sló á það að þetta var svo fáralegur upphæðir að það var gjaldið að einhverju útboði í Noregi í tímabundi leyfi skilaði eitthvað 19 milljörðum held ég eitthvað, svo tók maður og það var bara eitthvað 8.000 tonn eitthvað leys og svo tók maður það sem er ráðgert að hafa hér og margkvaldaði upp þá var það 240 miljardar sem er verðmætið sem er verið að fara að gefa. Þetta meikar enga sens. Þetta meikar enga sens. 240 miljardar? Ég get sverað. Hvað ætlar að gera við peningi sem frún í Hamburg? Hvað er að gera? Þetta er alveg þannig. Og svo komum við til Óla og sagði hvað, gafstu firðina? Við vorum bara að tala um þetta, þú gafst fiskimiðin og við vorum alveg brjáluð og gafstu firðina líka.
Svo eru náttúrulega náttúruverndarsamtök bara líka á móti, þú veist, það sé engir, þú veist, ef við tölum bara sjókvíaeldi almennt og áhrif þessu umhverfið, það er náttúrulega bara mjög slæmt, þú veist, og það hefur verið að sleppa fiskar úr þessu sjókvíu, það hefur náttúrulega bara skelfilegar afleiðingar fyrir vistkerfið og getur það, þó svo að þau segja þessi fiskar eiga að vera ófrjóður, þá er það ekkert endilega málið, og ef það er allt í einhverjir hópur af fiskum að koma inn í vistkerfið, þá getur það náttúrulega bara haft alvarlegar afleiðingar af því að þetta er eitthvað sem að gerist ekki náttúrulega og það getur bara skapa alls konar, þannig að þú veist, þetta er náttúrulega, ég skil ekki alveg hvernig þetta á að þjóna einhverjum raunverulegum markmiðum í umhverfisvernd eða náttúruvernd eða þjóðfélaginu og mér finnst þetta bara ótrúlega að flokkar geti kvitt upp á þetta. Ég held að stóra málið þessu sé akkurat dýravelferðin og umhverfisverndin og það eftir því sem mér skilst er tekið, ég hef ekki lesið þetta ég er ekki vissum að ég kemst í gegnum þetta. Nei. Að eftir því sem ég skilst þá er verið að taka á einhverju sem er bara ekkert nefnt í fyrir lögunum sko. Allir sammálum á þau séu handónýtt og mögulega sko. En ég held að það sé stóra málið. En það er til dæmis virðist vera að það er verið að draga úr í rauninni því sem að stjórnvöld geta gert. Þau geta ekki afturkalla leyfin ef að koma bara sektir í staðin fyrir rauninni viðurlög sko. Þannig að sko maður átt að sig ekki á til dæmis sko að því að sko og það verður rosa gott að fá einmitt umfyllun þetta sem að útskýrir þetta nákvæmlega. Hún er nú einhverjum í gangi, það hefur komið fram að til dæmis þetta sem þú ert að segja að væri hægt að taka leyfi tilbaka og það væri viðurlög, það er búið að fara í burtu og komið sekt í staðinn. Þannig að það er svona ágætis umfjöllun þetta. En sjónarmiðin eru náttúrulega sumir bara viljið ekki að þetta er mengandi og sittur bæði laxastofnin og aðra vilda stofna í hættu. En aðri segja ef við leyfum þetta þá viljum við allavega fá gjald fyrir auðlindina sem eru fyrir þér. Og maður hugsa sko bara fyrir flokka eins og VG sem er í þessu ríkisstjórnar samstarfi og situr í þessu ráðuneyti sko frá henni svona félagslega sjónarmiði sem að hlýtur að vera vinstri hlutin af VG, þá meikar þetta enga sens að því við erum að gefa frá okkur auðlindir og fáum í rauninni ekki neitt tilbaka og frá grænu sjónarmiði, G-sjónarmiðinu, þá er þetta, meikar þetta heldur ekki sens og maður bara skilur ekki hver er hugsunum og þess vegna spurði ég á hann sko, hvort er þetta heimska eða ílska sko, því að er þetta eitthvað enn annað? Og líka bara, þú veist, aðstæður eins og bara hafið ekki séð myndbundur sem að Veiga Grétarsdóttir til dæmis sýndi þú veist, hvernig þetta er skilur. Það er bara ekkert verið að fylgjast með nákvæmlega hvað er að gerast þarna og er ekkert verið að gera neitt alveg. Nei, og það er verið að færa eftirlitið til fyrirtækjana sko. Og hversu vel hefur það reynst það? Þá fyrir við bara aftur í ég meina bara trekk í trekk, þú veist, það er bara augljóst að þessum fyrirtæki er ekki sjálfum að hafa eftirlit með sjálfu sér og það er ótrúlega hvað við færum fyrirtækjum mikið traust og eins og hann lét hafa eftir sér síðan formaður bændasamtakanum, hann treysti nú stóru kjötvöruframleiðendunum sko virkilega til þess að hafa hagsmuni bænda og neytinda í huga. Þetta er ótrúlega draumsýn held ég, rosalega svona næf sín að hvernig hlutirnir virka. Já. Samt er það nú. Já. Það væri bara svo gott að einhver geti sagt manni eiginlega hvers vegna. Ég held þessi bara með dollarmerki í augunum og eru bara að sjá bara peningana sko. Já, en ég menna Bjarki Olsen hagnast ekki af þessu sko. Já, ég held þessi bara heimska. Þetta kom náttúrulega út úr matvælaráðuneytinu þegar Katrín var matvælaráðherra. Þá komið inn á þing. Hennar síðasta mál. Svandís, ekki? Nei, Katrín Svandís og Reik. Já. Þetta lendi inn á þingi, fullbúið, eftir breytingar sem hefðu værið frá því einhverju svona drög voru kynnt í haust. Það var Katrín Jakobsdóttir. Matvælaráðherra. Þannig ég einhver leitið með þetta elta hana. Herðu. En hvað segir fólkinni, ég veit það ekki, hvað segja að því að mér sko líka svo skríti hvernig tekið á gagnrýninni sko. Já, þú veist, að það er eins og það, hún sé ekki tekin inn og það er eins og sko tónnin í því sem að Bjarki segir til dæmis sko já, þetta stendur svona, en þetta verður náttúrulega allt öðruvísi í praxis. Hún er að vísa náttúrulega líka í það á eftir að fjalla þetta, ekki þetta hljómar eins og ég sé að verja þetta, en ég er ekki að því, en ég held líka við séum svo ótrúlega, aftur eins og sé, ég held að dýravelferðin og umhverfisverndin sé númer 1, 2 og 3, eitthvað sem við ættum að hafa sem einhvers konar grunnútgangspunkt. Svo held ég bara að við séum víða, ekki bara í þessu heldur en ýmsu öðru, svo sjúklega föst í einhverjum svona lagatæknilegum atriðum. Það sem að allir
allir vita hvernig væri best eða hvað væri sanngjarnast og allt það, en það bara skiptir ekki máli að því að lögin segir eitthvað annað, skiljiði, og þá förum við ekki í það að breyta lögunum. Við vantar hann konsensus það til hvers við viljum nota lögin líka, skiljiði, og ég held að það sé hluta af þessu, sko. Við notum lögin til þess að gæta almenna hagsmuna. Já, við gerum það bara ekki, sko, og þau ekki alltaf... Ríkið er við, ekki þeir. Ég meina sjáðu atvinnufrelsispælinguna á Hval, skiljiði, til dæmis í því samhengi, ég meina það, þú veist, og svo náttúrulega, já, þannig að þetta er svo hvalveiðarnar stríða gegn einhvern veginn ótrúlega mörgu og samfæringu hjá ótrúlega mörgum einhvern veginn. En það er ekki hægt að einhvern veginn stoppa þetta út af einhverjum lagatakliðum atriðum. Getur ekki stoppað verktakan sem er að skerða getur ekki stoppað verktakan sem er að skerða útsýnið á skólagötu út af lagatakliðum atriðum. Það kostar svo mikið í staðan fyrir að þú sé bara getur höfða til þess að fólk sé bara dísent og segir það er nú ekki fair, sko. Þú veist, þetta var byggingarlega að gefa út fyrir 20 árum síðan og þú voru ekki nýtt það og það glemdist að skiljiði. Þetta er bara... En þess vegna þeim mun mikilvægur að lögin séu góð. Já, af því að það er bara búið að sína sig eins og þú segir að fólk gengur á lagið. Sko. Alveg sammála. Það var umræða hérna í vikunni Breiðholt. Byrjaði á því að var skrifuð grein frá kennara sem að Breiðholt brennur sem alltaf dramatískt. Svo var viðtal við hann Brynjar Karl Sigursson, körfuboltaþjálfara á Vísi. Breiðholt mesta fátækragildra landsins að fyrirsögnin. Eru þú Breiðholtinu? I wish. Ólst upp í Breiðholtinu. Hvað er í Breiðholtinu? Efra. Austurberginu. Og ég var í fellaskóla. Mér finnst það svo skrítið, sko, mér finnst ég verið að upplega sögun aftur því ég var að alast upp, þá var alltaf að tala mikið hvað Breiðholt var mikið villingakörfi og... Breiðholtsvillingur var bara... Já, Breiðholtsvillingur og varst þú Breiðholtinu þá var eitthvað afjar. Made in Breiðholt. Já, mér fannst alltaf að vera þannig, sko. Þannig mér finnst þetta, þú veist, þannig að tala að það er ekki búið að gera einn fyrir Breiðholt, mér finnst þetta vera bara history repeating fyrir mér. Mér finnst þetta pínu svona að vera í tímasekkjum með það. Já. Ég meina, ef við farið Breiðholt nýlega þá er ekki búið að gera neitt sérstaklega mikið fyrir Breiðholt, sko, og það þarf að gera eitthvað fyrir Breiðholt klálega, sko. Mér finnst líka bara segja, sko. En það, þú veist, þótt að sé, þú veist, innflytjendurna allt í góðu, fattar þú hvað ég meina? En það þarf að gera. Ég held að það sé ekki hvart yfir því, ég held að það sé bara hvart yfir því að ég skildi líka eins og væri kannski eitthvað, kannski ég að misskilja. Þetta er alltaf svo viðkvæm, sko. Þetta er það. Talar sko vandamál hverfisins er náttúrulega frá þínu tíma að hérna voru fátækarfjölskyldur, mikil barnamerð, óskipulað, hérna skólinn ekki tilbúin undir það og ég var í fellaskóla, ég held ég að veri í hérna 9 bekkir í árgangi. Okay. Minn bekkur var hérna samsettur af krökkur sem sóttu einu degi og seint, það fyllti hérna bekk. Okay. Þannig þetta var bara, og var ekkert annað, reynda var hérna fellahellir, varst í honum? Ég var fellahellir, ég mætti fellahellir. Hvað ára varst þú svona 12 ára cirka? 12 ára, þá er ég þetta fluttur úr Breiðholtinu, ég flutti Breiðholtinu 89. Ég flutti 11 ára, þannig ég var frá 6 ára til 11 ára bekk, eða 10 ára. Svona á 9. áraðunum? Já, fórsar. Það var sérst, Breiðholt var svoleiðis, en núna er þetta sama, þetta er bara, hérna, þetta eru lægsta verðið fyrir þá sem vilja kaupa eða leigja, það er hann aðeins frá og það er hann fyrir fólk sem hefur minnst umleikisferð þangað og nú eru við búin að svissa út lágstyrtinni, hún er meira og minna innflytjendur. Þannig að það eru 90% af nemendunum í fellaskóla sem hafa ekki, eða íslenskar ekki tölu á heimilinu. 90%. Hefur þið ekki skráð þessu tölu? Nei, ekki. Þetta segir kennarinn, sko. Mér finnst þetta líka, þú veist, mér finnst svo að vera rángur fókus að tala sko að Breiðholt sé einhver fátæktargildra, þú veist, með það svolítið, þú veist, fátæktargildra er náttúrulega bara að það er skortur á húsnæði og það er náttúrulega bara aðalmálið og þetta er staðurinn, sem við sagðir, eru ódýrastu húsnæði og það eru náttúrulega hóparnir sem eru lágtekjufólk sem eru oft innflytjendur af því þau hafa minni aðgang að atvinnu og annað og eru mest í aðsettu hóparnir, þannig að auðvitað eru þessir hópar á þessum svæðum ekki af því að þau kjósa að gera það er bara að þarna er auðveldast fyrir þau að fá húsnæði. Dýrið sem gengur í gildruna kýs ekki að vera í gildrunni. Nei. Ég held að ef ég bara reyna að skilja hvað maðurinn á við þá er það þannig að því að ódýrasta húsnæði þá ferðu þann upp yfir með þína fjölskyldu. Innviðnir í kerfinu eru ekki góðir umbúnaður fyrir börnin þín. Þau fá ekki góða kennslu og þau festast í fátæktinni vegna þess að sko innviði borgarinnar eru að bresta undan börnunum. Þessum er þetta gildra.
Ég skildi það þannig, sko. Já, nei, ég held að það sé, hann er raunin ekkert að setja út á Breiðholt, heldur einmitt. Ekki Alls krakkana, ekki, Nei. ekki börnin og ekki neitt. Nei, alls ekki, sko. Þetta er náttúrulega svarið að styrkja við skólakerfi og styrkja sérstaklega við þessa þjónustu hverfi sem eru með þessa hópa. Hvers vegna er ekki verið að leggja þá meira í það að styðja við þetta ef það eru 90% krakkar sem ég veit ekki hvort þessi einhver hái sem til að tala. En akkur er þá ekki verið að styðja sérstaklega við þessa krakka og akkur er ekki sérstök úrræði þá til þess að taka á þessu. Algjörlega, og bara meira ódýrt húsnæði náttúrulega og dreifðara, en ég meina auðvitað er þetta svolítið svakalegt og ég hafði hýrt þess að tölu með 90% áður löngu ára þessi grein birtist, sko, og auðvitað svona gefur það auga leið að það er mjög erfitt að, ég veit ekki hvað maður að segja, viðhalda på svona einhverju hefðbundinni íslenskri samfélagsgerð þar, skiljið, og þannig að þetta einhvern veginn, þetta verður að einhvern veginn gildru, sko, ósjálfrátt, sko. Það er bara bersýnileg stjættaskipting. Brynjar segir að íslensku fjölskyldunar fara. Og af hverju eru það að fara? Barnið mitt lærir ekki íslensku í skólanum. Því það er ekki töluð íslenska á skólanum. En eru þau að fara? Já, ég meina, strákurinn mín var í Austurbæðaskóla og hann útskrifast úr grunnskóla 2000 og eitthvað, maður ekki 14 eða eitthvað, maður ekki. Og þá var helmingurinn á krökkunum ekki með íslensku sem sitt fyrsta eða annað tungumál, ekki móðumál, og það var fullt af fólki sem var að skellti hurðum með látum og fór og var misboðið að það væri ekki hægt og eitthvað, þannig að það er, þú veist, það er ekki þetta er náttúrulega veldisvexti þarna frá það sem er mjög svo ótrúlega áhugaverð nálgun hjá, ég man ekki hvort það var Brynjar eða Aðverð sem skrifaði upphaflegu greinina, þetta var í rauninni vörusök, fólk kemur hingað í leita betra lífi, þau þjóna okkur, vinna störfin sem við nennum ekki að vinna, borga skatta og skyldur og eru bara að reyna að tilheyra og reyna að búa sig hér og þau halda að börnin þeirra komi læs og skrifandi og mentuð út í kerfið og geti þá búið sér til betra lífa, því auðvitað er fólk bara að leita betra lífi, það er bara að reyna að byggja eitthvað upp fyrir börnin sín og reyna að einhvern veginn að koma sér fyrir í veröldinni einhvern veginn, en það er bara, börnin fá ekki, sko, þau fá ekki menntun, skiljið, þú ert með 25 úlinga og 15 tungumál, ekki verið auga leið að Kennararnir segja, sko, við erum ekki sem með námsgögn, við erum ekki sem með námsgögn. Nei, ég meina, og það er bara, þú veist, af því að mamma mín er, sko, kendi nýbúum, eins og það hét þá, einmitt í Vogaskóla, og hún bjóta bara allt til, af því að þetta voru svona með fyrstu og það er bara greinilega staðan ennþá í dag og það var í kringum aldamót, skiljið, þannig að aldar fjórðungi seinna erum við bara á sama stað og það bara þegar við sætum ekki hérna bara og spjöldluðum á fyrsta september og leiðum út í vorið ef ekki væri fyrir þetta fólk sem heldur samfélaginu uppi og við erum bara að svíkja það það sem að það á rétt á með því að sinna þau ekki, sko. Ég bara minnst þetta eiginlega kjarnin í þessu, sko. Eitt sem kom mér svolítið óvart þegar ég var að lesa greinina og svo þetta viðtal og ég er þetta að tala við Brynjar Karl og ég ætla að tala við henn aftur á morgun, það verður í svona helgarviðtalegna okkur. Það kom mér svolítið óvart, sko, þetta er svo gríðarlega samfélagsbreytingar sem maður gangaðan yfir. En hvað er raunverulega lítið fjallað þetta? Ég var auðvitað svona að maður bara ímyndum okkur að við værum í Danmörku 96 og breytingin sem að varða á Norrebröð var að ganga yfir. Það er ekki meira fjallað þetta. Þú veist, okkur er ekki það meiri fjallað Malmö og gengja átök í Svíþjóð og Danmörku heldur en ástandi í Breiðholti. Sannarlega Ríkisútvarpið segir okkur meiri frétti þaðan, en hefur ekkert lagt út úr því að segja okkur frá Breiðholti. Kannski að það hefur ekki hnífabardagarnir eru fáir og eitthvað. Þetta er merkilegt þótt þessi ekki hnífabardagar. Ég er ekki að tala um þessi allt eitthvað svona hnignuna sögur, þetta er bara svo stórkostlega breytingar. En það er það sem er einhvern veginn selið, er það ekki? Það er það sem er fjallað einhvern drama og meðan að fólk bara lætur yfir sig ganga, það er enginn að fjalla fólki sem hefur það ekki gott og lætur það bara yfir sig ganga og heldur bara fram að ætti vinnuna og borga skatta og reyna að halda sér á floti. Við viljum líka sem Íslendingar oft svolítið láta að við séum rosalega velferðarsamfélag og það líður hérna vel og við séum svo mikið fyrir jafnrétti og jöfnu og eitthvað svona, en þegar að koma einhverjum svona sögur sem að segja aðra sögu, þá forðust við það. Við forðum samtíði, við þeimum við tölum við höfum bara ekki áhuga fólki sem að fólk hefur þetta bara framhjá sér og vill ekki horfast í augu þetta. Það er alltaf að horfa hvernig það er í Svíþjóð, mér finnst alltaf að heyra það þegar það er bara að sjá hvernig það er í Svíþjóð.
og tala heldur ekkert sko raunverulega ástæði fyrir kannski af hverju ástandi og Það er bara ekki mólum jú, bara ójöfnur og fólk í látíkju störfum það myndast náttúrulega bara aðra aðstæður þannig að þetta Kannski hlutfallið í Flataskóla þessi 5% sem eru með annað mál en íslensku sem móðumál á heimilinu svo ferðu þarna einhverja hvað heldur sér lengi að keyra hann á milli 5 mínútur sér Brynjar. þá ertu komin í 90%. Heldur bara engir nýbúar í Garðabæi og engar félagslegar íbúðir. Herru, ég var nú að segja því hann mikill vinur minn, hann Hassan með saumastofuna á Hverfisgötu. sem hefur stakkað við sig sem búin að stakka við sig. Hann nefnilega bjó sko fyrst þarna í bara brúarflötu einhver staðar. Hann var að vinna í sko sundlauginni í Garðabæi. Hann er Garðabæingur? Já, hann var það. Hann býr núna í Valskverjunni nýja. Þannig að hann reif svolítið upp held ég tölfræðina í Garðabæi meðan hann var þar. Svo fór hann og þá fækkaði. Þetta eru merkilega breytingar. Við viljum fá fleiri fréttir en þessu. Ég veit ekki, það voru 2 morð. Hafið áhuga að ræða morð? Já. Óli? Ok. Var ekki 2 morð og með hvað marga daga fresti? Bara tvekja það. Ég var hreitur um svona stundum fyrirvara, morð, ekki sem í vikunni. Eða er ég eitthvað galinn? Nei, þetta er mjög óvanjulegt. Mjög óvanjulegt. En Finnur þú óöryggis? Nei. Finnst þér eins og að samfélagi sé að versna? Nei, ég finn enga óöryggi. Þetta er bara þetta er svona öðruvísi, myndi ég segja. En ég finn enga óöryggi. Ég er ekkert eitthvað stressað mig yfir þessu. Ég er góður. En vitum við eitthvað meir seinna-málið sem það var kona Við svo að lítið fjallað þetta sko. Í gamla dag hefði við verið búin að fá sögu bæði hins myrta og hvað er búið að koma fram þá í þessum máli? Ég er ekki neitt sko. Nefna þessu litáar þarna í sumarbústanum 4 sem voru handteknir fyrst samstarfsmenn voru að byggja held ég eitt sumarbústað og byggja í öðrum og svo voru meira þess að fyrstu fréttinnar af þessu þarna fyrir norðan voru bara fólk vissi ekki á hvað aldrei aðskilið, það var einhvern veginn svona misvísandi ég veit að ég saknaði þess ekkert að fá ekki fleiri díteila sko, ég er ekkert vissum að koma okkur endla við á þessum tímapunkti en ég veit ekki hversu þannig sko, en það, já en svo náttúrulega er ekkert langt síðan heldur þetta skelfilega morð í Kópavogi átt sér stað sko náttúrulega bara morð á Blönduósi í fyrra náttúrulega skotárás og alls konar 2002 var það 2002, já kannski Er ekki meðal þess að 5 morð á ári á Íslandi? Nei, ekki svo mikið Þetta Já, en morð er eitthvað svona einhver atburður Það kveikja samt, já ég held að kveikja svona morð alla jafna ótta hjá fólki að svo maður einhvern veginn að svo erfitt að sjá fyrir sér. Nei, ég held að sé svo erfitt að sjá fyrir sér að maður geti sjálfur einhvern veginn verið aðilega svona máli sko og er þetta nú ekki svona yfirleitt svona, eða þetta er náttúrulega, ég er ekki að segja það er auðvitað til dæmi. Bókasöfnin full af jólabókaflóðið er bara morð 78%. 2% ljóð restin annar. Það er eitthvað vegna þá hefur fólk eitthvað forviti fyrir morðum. Já, ég hef náttúrulega búið í Bretlandi skeið er endur komin mest aftur til Íslands en þar eru náttúrulega morð miklu algengari og bara sprengju árásir og annað bara í London og þegar ég er að flytja þá náttúrulega er mamma mín miklar áhyggjur af mér í þessu umhverfi og sérstaklega þegar ég var náttúrulega að reyna að láta til mín taka í þjóðfélagsumræðinu þar líka bara varðandi það að vera hinsegin og þá hafði mamma mín bara miklar áhyggjur af því að það geti eitthvað gerst og ég fekk til dæmis bara mjög alvarlega lífshótun bara fyrir nokkru vikum þannig að þú veist ég í samanburði þú veist, upplegi ég miklu meira öryggi á Íslandi, bara 100% í samanburði við Bretlandi, en ég samt óttast endilega ekkert eitthvað öryggi mitt þannig séð út á götu, skilur en ég tek samt alveg ákveðnar ráðstafanir í Bretlandi sem ég myndi ekki einu sinni velta fyrir mér á Íslandi. Þú veist, eins og bara að vera ekki kona að labba í þú veist, dimmu húsasundi sent og nótt til í Brighton og London. Í Skuggasundinu í Reykjavík. Já, þú veist, mér myndi alltaf upplega smá meira öryggi. Ég fór aldrei yfir mikla túnni þegar ég var á leiðin heima að börja mig kannan dag, sko. Ég er náttúrulega alveg upp út á landi, skilur það var ekki einu svona ljósastörar heima á mér, skilur þegar ég var alveg þannig að ég hef ekki kannast kannski ekki við það að alveg upp í borg og þannig en ég er svona, mér finnst það alveg vera stigsmunur á Íslandi og Breitlandi þessu sko. Já, þetta það maður alltaf, ég var í Mexíkó sko
mánuð núna í desember og janúar með börnum mín 2 og konunni og Þar eru sett heimsmet í morðum. Jú, algjörlega, þú veist að maður heyrir náttúrulega ekki annað svo sem frá þessum heimsluta en ég meina, svo áttar maður sér náttúrulega bara á því að þú veist, þetta náttúrulega bara, þannig sé bara mjög, þetta bara samfélag eins og okkar samfélag og að lútir að langmestu leiti bara nákvæmlega sömu reglum og það var ekki 1 sekúnda þar sem við óttuðumst líf okkar og ég meina, og samt við vorum ekki bara á einhverju hótel allan tíman, ég meina við vorum mjög mikið á ferðalagi og dvöldum alveg þarna í Mexíkóborg og ég þannig ferðamaður að ég vil reyna eftir fremsta megni að stíga inn í svona, hvað ég segja, svona sanna þjóðfélag þarna eins mikið maður getur svo sem og mér finnst þetta var alltaf bara allt saman mjög eðlilegt og allir óskaplega vinnalegir og hjálplegir og hann að það rosalega held ég auðvelt að láta svona fregnir á sig fá en ég held að eins og bara þú segir þetta gerir maður bara ráðstæðan og maður gerir það bara ómeðvitað því í rauninni bara það bara hluta því að bara sem maður lítur til bækja hliða maður gengur yfir götu sko. Það ekki alveg þannig að maður treystir sig til þess að labba yfir Miklatún eftir ball. Nei, allavega ekki við strákarnir svo held ég að það sé líka ég held að það er halda liklakipuna tilbúnar. Nei, menn mamma kendi mér það það var bara eitt af varnaðarorðunum bara sjáðu, svona gerir maður til þess að og þá bara getur, þetta er bara eitthvað sem að vera eðlilegt samtal algjörlega, skilji ég held að það og ég fattaði það ekki fyrir 15 árum seinna að þetta var ekki eðlilegt Þú voru að verja þig í heimi mann eftir í einu sinni og gekk ég ákveði að taka sénsinn og fara við túna því ég nefndi ekki að fara flókgötuna og hringja og bara var eitthvað tek lyklana af hringnum raða þeim samskuðsannlega á milli hérna á fingrana og svo sé ég eitthvað þúst koma gangandi á móti mér og ég byrja bara að gíra mig upp í það þetta var svona hirtunan helvitis tjakkmoment og maðurinn sem labbaði á móti mér hefur mögulega annarkvort gert eins og bróður minn hefur alltaf gert, alltaf þegar hann sér eina konu eitthvað staðar, þá fer hann bara yfir götuna til þess að hann finni það bara, hann bara sendir skilaboð hérna og þú veist, fullt af kallmönnum í mínu umhverfi hafa gert þetta alltaf, bara átta sig á þessu nema hann tekur stóran sveig frá mér, ég bara, já, hann lítur og þú er ekki að mæta þetta, ég var komin alveg bara þetta er ekki gott fyrir taugakerfið, ég tek bara lengri leiðina en það er bara normið, sko Ég held að þetta hafi verið talsið sko vakning fyrir mig einhvern tíman nú kalla þetta feminíska vakningu en það var ég bara hreinlega ég man ekki hvort að, ég held ég að vil bara lesa einhverja grein hún fjallaði bara nákvæmlega og ég hafði bara ekki kveikt á þessu, ég er kannski 22-23 ára en bara kveikja á þessu að konur eru bara hræddar oft á kvöldin og ég bara hafði ekki pælt í því ég hafði aldrei verið það Ég, þú veist, læt alltaf einhvern vita að ég er komin heim, ef ég er að fara eitthvað einn, þannig að þú veist, þetta er alveg... Og ef við tengjum þetta við sko Breiðholtið og hvað er að gerast þar sko, ég meina við bara vitum ekki hvað er að gerast. Af því við deilum ekki þessari, þú veist, við erum bara hellingur í gangi þar sem að... Ég var þurft að taka þennan, hey girl, ég sjálfur hinn sem sko, þannig ég var tekið eftir stelpur hafa svona hort fyrir bakum og ég er góður, ég bara lappa fram hjá hann, bara orðið hrætt eitthvað. Það er rosa gott þegar eitthvað kemur og lappar rosa hratt upp á mig. Það er svona, þá hugsa ég, hann er ekki bara að flýta sér fram hjá mig og segja verið ekki hrætt. Þetta er alveg galið, sko, vinkurinn var líka eins og þú alltaf með lykla, hérna, tilbúna bara, sem það var frekar að kenna strákum, hvernig að galið kerfi, sko. En þetta er bara líka eitthvað sem er, þú veist, hérna... Þetta var það var átaki í Bretlandi fyrir mörgum ára síðan sem heit hérna Reclaim the Night sem að fjallaði það að konur væri að endurheimta miðbæinn og þú veist, þessi stræti þar sem að þú veist, þeim er alltaf kennt að vera ekki einar og gera ekki þetta og það er bara af hverju þurfum við að forðast þessi staði, þú veist, af hverju við minna aðgengi og öryggi að þessum stöðum heldur en kallmenn, þú veist, af hverju eru við ekki að kenna köllum að þetta á ekki að gera, þú veist, þannig að þetta er alltaf snúið í eitthvað ábyrgð kvenna að gera ekki eitthvað. Það kallar mig sem að gera eitthvað. Er það þannig að þeim er sagt að hérna, svona eiga menn ekki að gera þá segir þeir, úps, já, auðvitað. Nei, þú veist, auðvitað er það ekki þannig. En þetta er náttúrulega bara stór samfélagsbreyting sem þarf að eiga sér stað og bara að uppræta þetta kerfi sem að við ölumst öll upp við er náttúrulega bara mjög stórt verkefni sem að við höfum verið að vinna mjög lengi líka bara sem samfélag en það tekur tíma. En mér finnst þetta alveg frábært líka að þegar eins og ég segi, ég var bara frekar fullorðin þegar ég áttaði maður þetta var ekki eðlilegt. Það var ekki normalt að við ættum þetta samtal við hérna mamma, skiljiði
og svo er þetta svo gjörbreytt og svo ofsalega stuttum tíma. Ef við förum aftur í sko eins og við byrjuðum á með sko Hommana og Bessastaði og þetta allt skiljið, þrátt fyrir allt, þá hafa breytingarnar orðið svo rosalega hraðar og ég ekki að segja flotta hrósa því sem vel gert og allt, það ekki þar með settum með sofna sko, en það bara að ég ekki 200 ára eins og Smári, skiljið en ég heldur ekki brjálæðislega gömul, ég man alveg eða bara já, mér líður ekkert eins og þessi mjög gömul en mér finnst bara það það margt breytt og það svo margt miklu betra og unglingarnir okkar eru svo sterkir og flottir og eitthvað, við bara og það frábært og við megum bara ekki slaka á. Nei, aldrei sofna verið ekki Nei, algjörlega. Fólk hættir ekki í bílnum og svona. Sem þetta gott. Nei, algjörlega. Það kvartaði verið að því að við höfum svolítið verið að ræða að því að það ýmislegt sem bendir til þess að unglingunum og börnunum líði illa. Og það fengi alls konar fólk til þess að tala það. Eitt sem að kemur, og það efast ekki að það sé. Þannig að við erum samfélagið sem við ættum að velta fyrir okkur. Það ekki alveg eðlilegt að börnunum líði verð hjá okkur. Við erum að breyta eitthvað. Og þá eitt af því sem að kemur fram að þetta tala svona í gamla daga, að þá kemur fram að vanti við svona meiri seglu í unga fólkið. Mætti alveg leiðast. Mætti lendi ykkur mótlæti. Þurfti ekki alltaf að fá velum fyrir að mæta. Hvernig fengum við þetta tal? Þetta verður svona vaxandi. Svona aumingjavæðingin. Þjófnaðurinn. Já, mér finnst þetta svolítið röng nálgun sem leita því að áður fyrir var bara aldrei talað þessi málefni og fólk bara lendi alls konar áföllum og hafa bara aldrei talað það, þannig að mér finnst, einhvern veginn að það bara býta á jakslinn hefur aldrei hjálpað neinum. Ég ætla að fá að vera smá old school íhaldsseggur hérna núna. Ég ætla að segja, ég held að sé eitthvað til í þessu og ég held að það sé eitthvað, ég held að Ugla að tala annað en það sem ég var að vitna í. Það enginn raunverulega að tala að ég ekki að tala áföllin sko. Heldur það bara að svona eins og öll börn séu svona engabörn og allt því svo áhugavert sem þau segja og þú verður ykkur mótlæti sko og svo ég veit ekki kallað svona snjóflex í Bandaríkjunum, það svona vísun í þetta. Old school, ég langs að heyra hvað ég held að það sé ég held að einmitt að stundum bara megi bara svolítið mæta svolítið mótlæti sko og ég held að það sé allt í lagi og það sé bara hluti af því að þroskast og ég held að það sé tilhneiging til þess kannski að koma í veg fyrir það svona einhvern veginn í hverju skrefi sko og að það geti skapað einmitt, þetta er bara svona ákveðin leiða og ekki nægilega seglu, ég held það raunverulega sko. Þetta foreldravandamál, ekki þessum börnum sko? Nei, þetta er foreldravandamál, nei ég er alveg sammála því, þetta er ekki vandamál barnanna sjálfra, þetta er vandamál foreldrana sko. En ég fullir það að ég og þú erum betri uppalendur heldur en foreldrar okkar þó að við eigum ekki sömu foreldra þá heldur ég að sé alveg tímalegt og eigum ekki enn þá skilur og ég held að börnin okkar verði miklu betri uppalendur heldur en við. Ég held það. Svo líka, hvað er mótlæti og hvað er mótlæti, svona, hvað er fólk að lenda í raunverulega, mér finnst líka að það þurfa að skoða það, auðvitað er náttúrulega, þarf fólk að læra á lífið og verða fyrir hindrunum og vita hvernig á að takast á við áskoranir og alls konar, en hverjir eru áskoranar, ef þú ert kannski úlingur sem ert öðruvísi eða passar ekki inn í kassan, þá ert þú að lenda í mótlæti sem eru kannski bara fordómar, og það er eitthvað sem við höfum aldrei bara að vera ég held að bara eitthvað mótum og þú verður bara að taka á þessu, eitthvað svona, auðvitað þurfum við að skoða hvaða er sem krakkar er lendi eins og bara ef við tek hinsegin börn sem dæmi, þau lenda ennþá í miklu mótlæti í okkar samfélagi því miður, þau ennþá lendi miklum fordómum og einelti í skólum og alls konar, þannig að við þurfum að mótlæti er ekki bara mótlæti, við þurfum að skoða hvers konar mótlæti og hvað er það að koma og hvað er við að ræða En maður verður að standast mótlæti á einhverju leiti. Í því fælst ekki viðurkenning á því að maður eigi það skilið. Þú verður fyrir endalaus hlutur sem eru ósangjarnir í lífinu. En þú verður samt einhvern veginn að þeim ekki sliga þig eða einhvern veginn berja þig niður. Þú verður að gera eitthvað, eða ekki gera ráð fyrir því allir klappi endilega fyrir þér. En við náttúrulega erum að tala rosa víða stóran skala. Þú ert náttúrulega að vísi svona lífsóknandi uppákomur í rauninni. Það sem við erum kannski að svona pirra okkur á er að þú fáir ekki nýtt pennaveski á hverju ári sko. Eða sért ekki með jafn gott næsti eða eitthvað, ég veit það ekki, eða eitthvað fáir ekki eða
fóreldræðin ekki peninga til þess að vera til útlanda eða whatever, ég veit ekki hvað það er, skilji. Nei. Þetta er svo stór skali. Nei, þetta er alltaf tvíbent, þú veist, en ég held til dæmis bara, þú veist, það er alltaf mikið rætt þú veist, kvíða, vandamál og slíkt og þetta er eitt og bara mikilvægt að viðurkenna það að það sé til og að það sé ákveðnir hlutir sem geta valdið því og að hvernig að bregðast við því en það er ekki, má samt ekki gefa þér sko afsökun til þess að neita að takast á við lífið sko. Nákvæmlega, fara ekkert afslátt. Þannig að þetta er einhvern veginn, ég held að þessi balans sem er mikilvægt að finna hann og ég held að það sé svona að við séum sko stödd í einhverjum ólgusjó hvað það varðar sko, við höfum verið hér og það sé kannski einhver hætta að við séum að fara og djúpt hinum megin sko, stíga öldin og djúpt hinum megin. Man ekki hvað kallinn heitir, það er Amerikani sem að bjóð til þetta kynslóðatal sem hefur endað síðan í X og Y, bjóð til hann Great Generation og Baby Boomers og svona og þetta er svona einhver svona rosa fræði sko, þetta eru 4 tegundir kynslóðum sem ganga alltaf hringa til hring og ein ástæðan fyrir þetta gengur alltaf hringa til hring að það eru í svona pörum er að ein kynslóðin elur alltaf upp aðra og sem sagt mín kynslóð sem er var látin afskiptalaus við ölum börnin upp í allt og mikli vernd sem að býr til aðra kynslóð sem að elur upp sín börn með ykkur þess vegna fyrir alltaf hringa til hring svo díalektist svona samband við erum fyrir að gera það fyrir þetta batni alltaf ég er að segja ykkur að þetta getur bara að fara alltaf hringa til hring þannig að það kemur næsta kynslóð verður kynslóðin sem engi skiptir sér af Þú ert farin að hljóma svo Vilhjálmur Vilhjálmsson Þetta er bara svona endalaus á vísanir í okkur 70s og 80s Vilhjálmur Vil, hérna kynslóðin sem kemur fram við svörin siglum við í strandi, verður eitthvað Ég held ekki að þetta hringt í mömmu og sagt það Herðu, er þetta ekki bara gott í okkur? Ég get búið á verðbólgu og eitthvað svona stöðun á VG, við erum búin að fara við það svolítið Það er mjög gaman að sitja hérna Takk svo mjög Það verður heitt, Óli Mér er rosa heitt Það verður svolítið heitt það er ljósin sem kemur svolítið heitt sko. Og það kannski kemur að því sem ég segi við hlustendur eftir að við erum að safna peningum meðal annars fyrir það eiga fyrir smá loftkælingu inni því það er eiginlega Ég vissi degur er þetta við þessa kynslóð það er bara hluta því að Málið er að snjókornin er að bráðna Miðaldra konan sko breytingarskeiðin er að leka niður sko. Við segjum stundum að það er rosalega heitt hérna nei, þetta er notalegt að það er alltaf satt á 11 Þetta er eiginlega að koma upp yfir því Þannig að við sláum botnin í þetta vegna hita komin hít í umræðuna Óli, Atli, Hugla og Tinna Kæra þakkir Takk sömuleiðis Og hlustundu þakka ég fyrir að staldra hérna við og hlusta á okkur minn ykkur á að þið getið verið virkir þáttakendur með því að segja vinum og vandamönnum frá efni á samstöðunni sem ykkur líkar þannig byggist upp dreifikerfið okkar samstöðun byrjaði í engu en hefur bara stækkað af afspurn við stækkum eftir því sem að þið segir fleirum frá vinum og vandamönnum þá geta þið fundið efnið okkar á Facebook, YouTube á öllum hlaðvarsveitum í útvarpinu á 89,1 á höfuðborgarsvæðinu það má sækja þær útvarpsendingar líka á spilarin.is er á netinu og svo er spilaring app sem má mann hlaða niður í síma og hlusta á samstöðuna og allar íslenskar útastöðar hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið hjá til þeirra sem að fá sjónvarpið sitt frá símanum. Við erum með 5 á fjárstýringunni. Þið sem að vilja hjálpa okkur að byggja upp samstöðuna geta gert áskrifundur. Það kostar 2.500 krónur sem er meira sagt að sé hlægilegt verð með efni sem við búum til. Þið getur borgað meira ef þið viljið og þið sem er kjósið getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagi og það er alþýðufélagi sem á og rekur samstöðuna. Ef þið viljið skráða ykkur þá farið inn á samstöðum.is, það er hnappur sem ástendur áskrift og restin á að liggja lokkuljós fyrir. En ég þakka fyrir öllu gestunum í kvöld og ykkur sem hafa hlustað og Pétri sem er að taka upp kærlega fyrir hjálpina. Ég verð hérna í fyrramálið klukkan 9. Ég hef búin að segja það hérna fyrir þættinum. Þá kemur Brynjar Karl Sigurðsson, körfuboltaþjálfari og við ætlum að tala um hann, svolítið æskuna og Breiðholtið og margt fleira. Hvet ykkur til að fylgjast með og svo verður í framhaldinu bara helgardagskrá samstöðunar. Góða helgi.